Hvað að frétta? Ég var alltaf með með sko. Það var bara þætti vinni. Því darbi! En því líka snjóbolti! I am a robot. Now we'll return to time. Witch-dottrin að slátra eftir ultrakill. Nei. Það var að prófa sokk upp í okkur hann á sko. Já, góðan daginn kæru áhorfendur og verið velkomin inn á bara nýja tímabil okkar 2025 og 2026. Ég heiti Hrannar. Ég heiti Viktor. Og við erum komnir hérna til að lýsa fyrsta leiknum í úrvalsdeild Kraftvela sem er sem sagt bara svona frekar lítil deild fyrir bestu liðin hjá okkur. Það eru sem sagt 5 lið núna í deildinni. Það er Arena, Next Level Gaming, TDR, AH Esports og Rím og núna í dag eru að sýna frá TDR gegn Rím. Leikurinn er bara alveg að hefjast þannig að við getum bara að fara að hefja draftið. Annars, já, þetta mót mun vara í svona cirka mánuð. Við erum með úrslit 4. október. Já, bara frekar stutt mót, hefðbundið, group stage, bara best of 2. Þetta er best of 2 leikur núna í dag. Og síðan mun litla Kraftvela-deildin hefjast bara held ég svona seinni hluta september. Er það lengri keppnistímabil? Er það svipa? Já, það verður aðeins lengra, það er svona cirka fleiri liðir? 2 mánuðir, jú, tölvöld fleiri lið. Er komin einhvers tala og fjöldi liðar sem við búið að skrá sig? Nei, við erum ekki búin að hefja skráningu. Hún hefst bara morgun eða á mánudaginn held ég. Fylgist með. Og já, mótið mun hefjast bara stuttu eftir að 10 í líkur. Glæsilegt. En já, við erum komin hérna inn í draftið. Já, þetta er byrjað. Sáum að TDR er Radiant og ég veit sko TDR vann cointossi og valdi sér Radiant þannig að Rím fekk að velja pick orderið. Ok. Og
Þeir tóku... Hann ennir enginn að spila á myndi Nature's Prophet, það er bara fínt að taka þetta bara út. Já. En meðist áhugavert bönnun hjá rafíþróttafélaginu Meira. Það er búið að taka út Ringmaster til dæmis. Þetta er ekkert svakalega mikið metahetja eins og er. Nei, sko, Tóti Slunk er búinn að vera að spila þessa hetju. Já. Hann á 6 eða 7 hetjur sem hann spilar punktur, sko. Og það er ekkert farið út fyrir það, þannig að... Já, ok. Þetta er value bann þá. Já, þeir velja sér bara einhverjar hetjur sem við vilja alls ekki spila á móti gegn honum, en hann fær alltaf einhverja Grandmaster hetju frá sig, sko. Disruptor bannaði líka, þetta er svolítið svona hetja sem refsar. Já, hún er alltaf búin að vera mikið spil núna á TI líka og virðist vera mikið high value, sko. Er hún mikið pekkuð? Ég hef ekki séð hana mikið. Já, allan í leikur sem ég sé. Ég er ekki búin að horfa á alla leikina, þannig að... Þetta virðist vera alltaf svona, virðist vera gott svar móti til dæmis Bane. Já. Getur bara droppað á sögurðuna á móti Axelum. En sér líka bara, Glimpsi er alltaf bara störtlega spil. Það er magna hvað maður, ég læt ennþá Glimpsa mig í base. Já. Þetta er kannski, maður gleymir þessu stundum, sko. Já, ég held að það lærist aldrei af manni, sko. Gotaku Silence er mjög góð hetja og Íslam fyrstu klukku mótsins. Og það er verið að stela þessari hetju. Já, við vitum alltaf að Moisla spila þessa hetju alveg greimt og þekktu fyrir klokkverk, en það er ekki bara hann sem er þekktu fyrir klukkuna, þannig að Nei, það er hann Slunk líka. Mitt. Já, mér sýnist Slunk ætla að spila hann Jakiro í staðinn. Þetta er nú fara að verða eitthvað mím, sko. Það er Íslandsdreikinn. Íslandsdreikinn, Íslandsklukkan. Eru fleiri Íslandshetjur eftir, eða? Já, ætla að segja ekki offline Underlord eða eitthvað álíka glatað. Eitthvað grænt bara. Ég veit ekki. Viper og... Viper Safeline og offline Underlord. Ég hef farið með, ég veit ekki, ég leta nú frá mér á sín tíma að mér fannst þau leið pikka Underlord, mér fannst þau vera léleg. Já. Mér fannst offline spilarar sem spila þessi hetju vera lélegir. Og ég vil fara að sjá meira skill á offline. Já. Minna eitthvað svona Titanter, Underlord, ára bot drastl og fá að sjá eitthvað svona Amar hetjur og Amar playstyle. Það var bara Brissul Pango og... Mér langar bara að sjá Íslandinga á offline-inu, gjörsamlega taka og pakka þessu safe-linum inn. Já. Ég komið nóg að því að sjá svo Lastbig, Trummi, Morphling, þú veist, rústa leikjum. Þannig að ég vil fá að sjá meiri sérhæfni í íslenskum offline-spilurum og ég skora á okkur núna og þar með talið sjálfur mér, sko. Já, mitt. Að fara svolítið og taka og gera þessa leiki að sínum leikjum. Það eru Abaddon. Þetta er svona smá hetja sem við vartum að tala sem að getur þetta fyllt í bæði róluna. Þetta er boring hetja. Carry offliner eða að vera ora botti, sko. Þetta er líka svona, við horfum á hetjuna sem eru bannaðar. Þeir sko meira bannaði Axe. Axe getur farið fram hjá Abaddon ulti eða kemur á réttum tímapunkti, ekki satt? Ég veit ekki. Ég veit eiginlega ekki neitt, sko. En Abaddon er mjög góð á móti Jakiro líka. Dispellar alla spela sem Jakiro hendur út og kannski vilja bara taka hana frekar en að leyfa þeim að fá. Já, ég held sko ræðurþjóðfélagið meira hefur alveg verið að pikka mikið Abaddon allan í síðustu til, sko. Þannig að ég held að þetta gæti alveg vel verið bara svona block pick. Ég veit að, þú veist, Biggs sem er núna komin inn hjá TDR spilar þessa hetju. Hannes gæti alveg pottið tekið þessa hetju líka á carry. Já, en svo næstu 2 pickin á meira, það er Shadowfiend og Wind Ranger. Já. Ok, ég til í SF. Það er alltaf, þetta er skemmtilegt. Og náttúrulega Atli spilar svolítið mikið af SF mid, síðan, já, kannski... En Consequence, er hann komin á carry? Já, Consequence er komin á carry. Ok, þetta er náttúrulega mjög heit carry þetta líka. Já, þannig að, og Robert... Dog shit hetja þegar offline bara keirir á því á leininu. Já. En með góðum partið eins og klokkverk, þá er þetta alveg svolítið klassískt að taka bara Clock plus einhvern svona Tower carry bara sem er bara... SF, carries SF er í dag pínu svona eins og Drárendi fyrst með, sko. Já, þetta er bara eins og Drá og Furion og SF og þetta teka bara... Það er að fá okkur fyrir fram að þeir sem að tankar og er að búið til að, þú veist, bara komið veg fyrir að offlinein og post 4 í hinuleginu keiri yfir þig svolítið, sko, út að... En... Sjáum til, Wind Ranger, það er góð hetja, sérti mjög gott. Já, ég myndi giska að það væri Wind Ranger fjarki. Þessi smörkur núna standina hjá Rím, eða er sem sagt varamar hjá þeim. Já.
Mér finnst líklegt að hann sé að spila hann Windringer. Annars gæti þetta svo sem alveg verið Windringer líka core. Shaman pick hjá TDR, alveg bara sjúkt meta pick, mjög góð hitja. Kopp líka, hún aðeins svona, kannski ekki alveg vinsæl núna hún var, en eftir allir fóru að fara í þetta, sérst ekki Masochist buildið heldur hitt, hvað heitir það? Succubus buildið. Succubus og Með Ken Carson, hefur ekki heyrt það? Nei. En já, sko... Þetta Blade Mail build virkar með bæði fæstum og er bara afskaplega góð hetja. Líka bara gott svar á móti Shadow Fiend mitt, þannig að ég held að, þú veist, það er eiginlega alveg skrifað í steinu núna að Róbert sé að spila þessa SF á carry. Er þetta svo slæmt matchup? Ég meina, ég giska að Rím haldi að þetta sé Abaddon offline og þess vegna pikka ég bara SF-in bara með klukkunni líka. Ég myndi allan að, þú veist, að því að sé hann sérðu koppinu núna og getur pikkað eitthvað betra á mitt bara hvað sem er með gott safe lane matchup. Já, Mensful Spirit, þetta er, þetta getur flex pick, hún er mikið notuð í sem þristur. Já, þetta getur verið... Axrush, þetta getur líka verið fjarki eða jafnvel 5. Já, ég held að Rím sé bara að gera sama og gera alltaf og halda þessu smá opnu, sko. En TDR eru með alveg ultimate last pick, þannig að Rím þarf allan að ákveða sig. Gaman að sjá hvort þið komið eitthvað gotcha pick hana. Já. En búið að banna Skye, búið að banna Ursa, Rubik. Já, ég held að sé alveg að lesa þetta rétt að þeim vanti carry hetju, sko. Ég held að TDR fái langmest value úr því að last picka bara Hannesinn. Já. Það var allan að skrítið að vera að pikka Hannes hetju nr. 2, sko, og það verður bara Abaddon. Þannig að ég held að þeir séu frekar að fara að bíða með Hannes. 10 seconds remaining. Já, þeir halda þetta sé SF mid, eru að banna Lúnu. Já, þeir banna Lúnu, já. Sjáum hvað TDR banna næst. Já, þeir vita kannski ekki af Róberts SF-inum, sko. Ég ætla hann veit til þess að þetta er eina hetja sem hann vildi spila í sumar og ef þessi hetja var bönnu í pubum þá var hann bara að fara í fílu, sko. Já, ég spila þetta líka aðeins, þetta er mjög skemmtilegt, sko. Já, þetta er virkilega sterkt, sko. Ég er líka alveg búinn að vera að spamma þetta svolítið. Hún farmar svo gífilega hratt, getur farið jungle tiltölulega snemma. Þú veist, þú ert annarkvort stompar laneið þitt og fara ógeðslega mikið farm eða þú skítapar laneið og fara ógeðslega mikið farm. Einmitt. Ég hef lent í get staðfest. Það var fyndið að vera 0-4 en einhvern veginn taka alla turna líka. Þú veist, þegar þú ert komin hana á level 10-11 og ert búinn að taka stig í ég man ekki hvað spilin heitir, nýja þarna. Það sem þú... Attack speed dótið. Já. Ert þú að taka það? Ég sleppi alltaf, sko. Ég vil ekki sá það. Ég meina þetta er eins og Mask og Madness, sko. Já, þetta er... Það sem þú gerir er að þú ert að losa þig við einhver souls, 4-5 souls. Já. Þú færð alveg bara max. En jú, ég nota þetta alveg grimt, sko. Já, ok. Já. Ég hef myndi séð, sko, eftir að bætti við movement speed á þetta líka, hef ég alveg séð sem að vera að taka það, sko. Þú veist, þú hendir bara inn í fight, og notar þetta og Mask og Madness, og ert sko rugglaðið, þú ert bara... Já, taka sér út livestreaminn líka og núna á Rými eftir 1 bann og 1 pick. Já, þetta var náttúrulega mjög góða livestream leikur ef hann hefði komist í gegn. Gerir sér matur og supportum. Já, líka bara getur laga með hennan Abaddon endalaust og dodja eða allt damage frá Kopp og svona. Eitt sem að mér finnst vanta líka í íslenska offlane hero-poolið að vera góða. Ég segi ekki mikið af summon hitjum. Herðu. Nei, herðu. Kemur þessu kallaður. En þetta er ekki offline hitja. Þeir eru ekki fyrir með þetta offline. Er þetta ekki mitt? Jú, það lítur eiginlega vera. Ég get eiginlega staðfesta að Róbert sé ekki að fara að spila Lone Druid. Ég vil bara eiginlega kjúa hljóðið á Begla sem hann öskra bara Lone Druid þegar Bergur pikkaði Lone Druid, sko. Já, ok. Þetta lítur að vera mitt að sko Lone Druid offline er pínu gríf. Já, ég held að sko á móti Kopp, sko. Ég held að hann baka alveg þessa Kopp, sko. Já, svo lifestyle, þegar hann komin á 3-4 og hann er að lifestila, já, jafnvel 5, sko, lifestila og negator það af sér.
TA fáum við frá TDR. Já, Hannes Tia. Það er hættulegt, sko. Mér líst alveg ágætlega á þetta Tia-pick, sko. Já. Ég meina að ef hann sloppar inn þá getur bara blinka út og að mikið af, þú veist, hann fær mikið value úr refraction í þessum leik. Algjörlega. Og getur sprengt lone druid líka. Björnin ekki með mikið armor núna, það var nerfað eftir síðasta TI. Það var alveg svolítið mikið burstuður með, þú veist, að vera með Shaman plus Quap plus Tia, sko. Þannig að það er ætti alveg að ná að bursta niður til dæmis SF-inn eða lone druid. Ég hef ekki séð alla mikið á lone druid, sko. Nei, einmitt, ekki heldur, sko. Þetta verður áhugaverð. Þeir eru kannski bara líka að prófa eitthvað nýtt, sko, en hann getur náttúrulega bara eiginlega að spila flest allt held ég. Hann er náttúrulega ruglaður, hann bara góður, sko. Pikkar þetta upp mjög hratt og hverjum flott skinnið? Sko, ég er ekki sáttur með þetta með þetta SF skinn, sko. Ég hef ekki séð þetta en mér finnst þetta er umulig blanda, sko. Mér finnst Icefog, sko, lone druidinu geggjaður, lone druid spilari frekar bæjast. Náttúrulega með einhver svona Shaman Immortal draslið, mjög cool. Þessi sólglur eru náttúrulega alveg. Já, þau eru geggjuð, sko. Glacier. Já, mitt. Glacier Mafia. Það var fyrsti leikur úrvalsdeildar Kraftvéla 2025 að detta í gang. Við sjáum ringurinn. Þetta er Smörger Windranger 17-3 í síðan 20 leikjum. Sami, við erum bara óskum Smörger til hamingju með að ná Immortal. Ég bara tók eftir því þegar þessi leikur var að hann var komin þangað. En já, Venge offlane. Já. Það getur alveg verið. Venge offlane virkar alveg. Fyrir suma virkar þetta, fyrir aðra ekki. Þetta getur samt verið mjög svona volatile dæmi, sko. Já, þetta er svona, þú veist, leið og að ferða þetta Axe, þá bara gerist eitthvað, skilur. Það bara gerist eitthvað. Heyrðu, hérna hittast liðin, smók. Jakiro leipur upp með skjöldin á sér, en Rím er með high ground. Hvorugt lið vill committa, núna verið að elda Jakiroinn. Og síðan þeir ætla að reyna að ná Jakiro, Björnin fyrir að mála Venge. Full Spirit er í vandræðum, annað blood grenade og hundur nær first blood. Herðu. Ó nei, það er, sko, þetta er hræðileg byrjun. Þetta er hver fekk gullið. Þetta er hræðileg byrjun fyrir Rím. Við minn almáttugur, sko. Venge Spirit gefur first blood, you had the high ground. And again. Þetta fekk Quapið að Jakiro gullið á lone druid. Það var Quap, en að ég segir annað. Björnin hans Icefog dó og það er cooldown á því. Já, ég er að segja það, sko. Og það er, þú vilt ekki mæta á leiðinni svona, sko. 70 sekundar cooldown. Hann er að lappa í base. Þetta er agaleg byrjun fyrir Rím, en virkilega sterk byrjun fyrir TTR, sem að... Maður, ég veit ekki hvernig maður recoverar þessa byrjun, sko, ángríns. Það er bara, það þyrfti svolítið mikið til að ég myndi ekki tilta sem lone druid spilari sjálfur, sko. Ég meina, hvað, með 40 attack damage eða eitthvað, hvað ætlar hann að gera? Gissi, mjá. Þetta sjá það, já, 44 attack damage, ok. Að lasta þetta mútið hvað. Hvað getur við fengið að sjá, hvað er mikið cooldown er það? Mínúta, ok, þetta er samt alveg, þetta er ruggla, sko. Þetta getur breytt öllu. Já, þetta er alveg 2 heil wave sem hann er ekki með Björn, sko. Eða allavega 1,5 wave. Já, hann getur ekki kontesta mikið og við sjáum bara hvernig... En já, talandum þessi lane aðeins, ég held að SF og Clock ættu að baka þetta top lane. Já. En ég held að Tia Jakiro ætti líka að baka þetta bot lane, sko. Þannig að ég held að bæði safe lane sé að fara að vinna sitt lane. Já, við sjáum hvernig þau fyrir hérna, ég meina, það er svo erfitt að treyta við Jakiro, en þegar þú ert að spamma þessum spellum og það er náttúrulega óhjákvæmilega lendur í því að þú ítir leininu svolítið mikið, þannig að ég held að niðri, sko, ef við ná að stjórna þessu creep equilibrium með því að púla svolítið og svoleiðis, að þá TA Jakiro ætti að vera win. Ég held að safe laneinn í báðum liðum ætti svo sem að vera með þetta. Já, mitt. Þeir eru nú allavega með alveg frekar gott svona bailout hérna topp á Abaddon Shaman. Þú veist, geta báðir einhvern veginn. Já, einmitt, en ég held að þeir séu ekki fara að stoppa SF því farman þetta viti, sko. Shackle á Clockwork og Abaddon er bara level 1, er ekki góð með neitt í passive. Og SF klukkar í 2 og samt Shadow Shaman. Við sjáum miðjunni, Kopp og...
Hann komið lastið Komið Björninn. Lóndrút, já, komið Björninn og Þetta er nú ekkert svo ræðilegt, þetta er bara Þú veist, svo er þetta bara RNG á leininu, sko. Ef að Björnin rúftar þig ég trúi ekki, þetta er alltaf að gerast bara á meðan ég segi þetta hérna. En hann getur alltaf breytt öllu. Já, þetta er sko Missir hann af reynskripunum samt, þannig að hann sendir Björnin í mission á rúnið. Já, ég held að þetta matchup ætti að vera Trömmið fellur. frekar Lóndrút favored. Herðu, já. Ok. Já. Fyrsta killið frá því að leiningssins byrjaði og Brummi í góðum málum með 11 lastits, 50 nice, Jakiro. Ég veit ekki hvað Rím eiga að gera á þessu offline sko á móti, þú veist, þeir geta eiginlega ekkert harða þess að tíða. Hún bara refraktunar allt af sér. Það er leiðilegt, líka að vera með Venge sem að er ekkert að fara að vera mikið aktiv fyrir hann að færa hennan Axe og veist, ef þetta er 18 mínúta Axe eða eitthvað þá getur það bara verið á seint sko, en við sjáum til. Og TTR fá líka báða Lotusina. Mjá, mjá, mjá. Já, þetta er frábært voice line sko. Hún er náttúrulega að segja þetta á rússnesku en hún er samt eiginlega líka að segja þetta á íslensku sko. Kissi, kissi, mjá, mjá. Kissi, kissi, mjá, mjá, mjá. Já, þetta er gott sko. Sjáum að karriérnir í báðum liðum eru í góðum málum ef við horfum á Last Hits / Denies hérna í vinstra hotinu. Trummy með 15-6 á Temple Assassin Consequence með 13-5. En hver er kominn aftur á midlinið? Það er Icewalk á Lone Druid sem að er kominn fram yfir kopp. Já, hann er kannski, líka... Það er náttúrulega bara vennilegt. Þú ert með þetta 2 stykki sem að tryggja oft Last Hitinn og það er bara mjög gott ef að kopp er að ná einhverju á þessa degja líka. Já, þetta verður held ég bara síðan örglega erfiðar fyrir kopp sko. Ég hef nú ekki séð þetta matchup eitthvað spila sem ég man eftir sko, en ég mynda mig bara að sé Lone Druid Ég held að hún drepa hann aldrei á leininu sko. Þú drepar ekki nema að þú fáir þá eitthvað power. M-damage, rune eða arcane eða eitthvað svo leið sko. Kannski ef að Rose byrjar aftur að bassa björnin á fullu, þá kannski nærðu að drepa björnin. Já, mitt. En bara spurning að fá hérna rotation eða eitthvað svo leiðis, eða þú ætlar að reyna að ná þessi Lone Druid killi yfir höfuð. En það sem að lið eiga það til að gera er að hlaupa á Lone Druid á einhverju tímpúti sem að bara á alls ekki gera, sem að undirstreka bara, já, þetta er ekki tíminn fyrir því til að vera fokk í þessu byrni sko. Abaddon er reyndar alveg með frekar góð lastið hérna sko, með að við að hann sé á móti SF Klopp sko. Abaddon? Já, mér finnst hann standa sig vel sko. Hvoru lið er eitthvað aggressiv sko? Nei, þannig að þetta er bæði liður að spila svo safe og við sjáum hérna huge ass 3 stack á þetta er svo mikið harass sko, frá Tóta. Þú getur ekki kontesta þetta afs ekki. Í maður, það er svo leiðilegt að spila með þessum drega sko. Það vart ekki með eitthvað dispel mechanic. Gott Abaddon pick, fíla það. Já, þetta lukka allan klárlega að plana hjá þeim sko. Deny sko, þetta er líka deny. Já, það sem ég var að segja. Ég held að Rím hefði klárlega tekið Abaddonu sko. Gott á þessu. Já, ná harassið. Refractionu var ekki uppi, þannig að gerir fullt af damage en ok. 6 mínútur rúni. Klukkan er mætt mid. Shaman er að mæta líka. Mósla, já, tekur þetta bara. Fínt. Allan að, já, mjög gott náttúrulega að dynæja rúninu frá Kopp. Lone Druid þarf það ekki jafn mikið. Ætlar að fara í bara diffu á björnin. Já. Þetta er bara svona klassískt mid-build held ég. Ég held það á miðinni, já. Hann ætlar að fara beint, en það verður Nagi til fjúsal. Spyrjar að auðra hérna. Það eru byrju, ok, Tóta, en Shackle, það er rotation niðri. Marja mætt gott, já. Við fórum ekkert í einhverja almennilega leikkynningu, en það er Marja sem er unhinged. Nei, herru ok, gott windrun. Þetta er sambarlega leit windrun, það er búið. Unhinged. Við erum að hætta. Gott Shackle. Blood grenade.
Og byttu, hún hleyp. Trömmi hleypur. Já, það höfum við framhjá. Það er ekki stress. Gott við saman líka, þeir eru alveg saman með þetta power svo þannig séð. Þú bara, já, ok. Já, ok. Gott fyrir Ventspilsverð að ná þessu last hiti. Já, mjög Svolítið að sterkt. ströggla með 16. Bara eiga erfitt lane, sko. Nú eru En á meðan, þá er slögg að stela visdominu. Þetta er ljótt. Ég Þetta veist það sko, að power shot. Byttu. Já, ok, ná honum. En já, 2 visdom fyrir TDR. Mér síndist Abbotton hafa hlupið í top visdomi líka. Já. Það var næstu búinn að skemma þetta hana. Má Ísland okkar besta. En? Já, með því að taka hann úr powershotinu. Já. Hver fekk lastið þetta? Ok, ég er að ná... Það er allt að gerast. Byttu, ó! Glæsilegt. Ok, náðu ekki að refractiona. Og það komið Netflix lít á rím. Já, aldrei sem vant. Þetta var algjör snúspjastan í smástund sko, en leið og supporterinn fór að rótira í power runes og þá einhvern veginn, Já. þá rugglaðir í öllu. Björnin kom með heistrún, byttu, er eitthvað að gerast... Næ, ok, koppin baka bara. Hann er byrjar að kjamsa á törðunum hennar eitthvað aðeins. Já, líka svo erfitt fyrir koppa að stöðu þetta eitthvað almennilega. Það er að fara allar þess að leita þess að ná í bandrún, ætlar að reyna að nýta sér þetta level 6 sem hún fekk á hann og öskra á einhvern rækilega. Oppa sí. Oi. Nei, tjók. Ég var að hugsa sko ef að Jakiro hefði í hinliðinu og shamaninn er til næja sendirinu en þú ert Jakiro og þú hendur úr 2 og þú nærði til næja áðurna, þú veist. Þeir voru saman lið, þannig að... Já, Viltu bara útskýra mér aðeins það? Koppa... Turkur er farin. Turkur er farin. Ok. Vel gert hjá Icefog líka bara... Trúform. Byttu. Slakkir í... vandræð... Nei, byttu, er Icefog í vandræð? Hvort myndur þú frekar verið að vera fastur í skói með Lone Druid eða Karlmanni? Er Lone Druid ekki bara á við 2-3 karlmenn? Hann er karl og hann er bara tvöfult hætta sko. Æjæjæj. Ég hugsa að ég takki kallinn. Mitt. Þú myndi ekki verið fastur í skói með þessum? Nei, ekki heldur. Nei. Þannig að hefna sín, hann var drullu pyrraður eftir að mist betur hennar fyrstu mynduna. Hann er hæstur í netföð akkurat núna. Biggs, já ok, gott. Beitar út tippið hennar frá Clock sem að cancelar, ok. En hann sér það ekki. Alveg búinn að mana. Þetta er algengt vandamál með SF Carry. Þú þarf gjörsamlega þetta fyrir Falcon Blade. Þú þetta hendi í Clarities á fullu. Þeir að reyna að góa hann eitthvað? Nei, Robert. Nei. Bakka bara. Ok, það komi level 6 á báðkorna og level 6 á Windrange sem að þeir eru að reyna að augra þessum botturni eitthvað. Vita þeir af Jakiro? Já, það ekki. Ok, það er að koma típis inn, þeir vilja bara ná þessi venge niður en... Já, ég held að þeir þurfa að fá koppingu eða þeir ætla að verja þetta eitthvað almennilega, sko, því að... Það ætla að vera eina high ground, sjá hvort þið sjá eitthvað, það er vortiðan upp í þrjáðum. Við erum með trap, þannig að þeir eru að sjá það, en byrju þeir að geita yfir. Það reytir geita. Það er að Vengeful Spirit típið líka. Ulti hjá Abaddon, prokkað, fáum við rúf á bitinum. Alfredo! Byttu, hann er að hlaupa, Oj. Swap líka. Já, ok. Og dreginn fellur og Rím kom með 2000. Þetta var, já, sko, mjög vel spila hjá Rím. Þeir augra þarna botturnunum, sjá sjamaninn tipja inn og ákveða þá bara í staðinn að geita topp og spila aggressiv þar sem að Atli er búinn að tengja við SF-in. Þetta er mjög gott map moment hjá Rím þessi stundina og ekki skemmur fyrir að SF fekk last hitti á Abaddon en hann var nú ekki langt frá því að komast út þarna, hann náði að setja skjöldinu upp ákvörða þegar að Lone Druid notaði þetta í Fusion Blade, ég spilaði það sér en... Eldrindar, sko, Vengeance fekk lastniti held ég á Abaddon, þannig að sem er held ég bara sterkara því að þeir þurfa klárlega að koma honum í gang. Fá gott axe timing. En ok, vel spila samt hjá Koppa með hann að geta ítt tilbaka á miðturnin, þannig að hann er við það að falla, en býtu þeir finna þetta Ancients-lag. Ok. Minna farm fyrir TIA í bóði þá, býtu, Skemmtilegar leikmannmyndinar. Já. 100 ekki myndina. Þeir sem eru ekki með leikmannamyndin í gangi þurfa að skamma sín og mæta í myndatöku.
Það var svo gaman í fyrra. Í fyrra, það var ekki bara þessu ár. Stemning. Já, það var í fyrra. Það var í fyrra. Myndatakan, já. Heyrðu, Björnin niðri. Er það með nýjan Björn tilbúinn eða? Er hægt að sjá... Já. Er hægt að sjá Lóndrúiðinn? Já, ég held það. Nei, heyrðu, hann var að saman aftur. Ok. Og ætlar að fara í Ekkosebur líka. Reyna að rúta meira. Eitt sem ég ströggla við sem Lóndrúiðspilari er að kaupa mér TP á Björnin. Þannig að í staðan fyrir að rísa af TP per base og teleporta sem aftur. Ég skilji. En hann hefur engar áhyggjur af því að missa Björn í næstu 1,5 mínútuna. Nei, hann þú veist, klárlega sterkastur á mappinu, er eftir í networthi, er orðin líka frekar tanki í Björnin, þú veist, er að fara í... Þegar eru að grúpa svona upp líka, þá er það náttúrulega rosalega gott synergy með SF Aura. Já, ég meina þeir eru með mingar armori. Mínusarmor, já, og líka Vengeance náttúrulega líka með mínusarmor. Þetta er eitthvað spratt, sko. Já, þetta er planað, sko. Þeir eru búin að vera að kúka. Það er gaman líka, hann getur tankað á hetjunu og lifestila með bitinum. Þegar að þeir spiluði Lóndrúið fyrra á 10, þá voru svolítið mikið af því að þeir voru að tanka Rósa með hetjunu og lifestila svo mikið, sko. Ég skilji, já. Og þá var það líka, það var reyndar hinn fastinn og það sem að öll itemi starta, virka... Já, er þetta ekki bara með 3 slott en þú færð auka bónus? Já. En ég sé ekki hérna, þessa Lóndrúiður sem pikkar í dag, sko. Þeir eru frekar með Bear With í facetinu. Þannig að þetta er ekki alveg eins gameplay, en... Hvað gerir sá facet? Sá facet er með þetta attack speed link. Já. Og tekur... Fær meira armor, meira attack. Fær allt inventory og allt það. Setur itemin á björnin í staðinn fyrir hetjuna þína. Með hinn facetin þá... Einmitt. Þá ertu bara að stakka einhverjum bracerum með eitthvað dóti og búttum á björnin en setur mjölnir og fleiri hluti á butterfly. Stakka butterfly, jafnvel. Já, triple butterfly. Skati, já, mitt. Já, þetta er viðbjöður. Já. En já, hún er samt alveg pikkuð. Ég vissi að hérna glæsilega leikur Nick. Nú er ekki að gerast. Það er verið að slást hérna listamrúð Nick Hop. Pain, notar öskrið á Lóndrúiðinn. Kemur út öskrinn allavega. Já. Plank er í bakið hann er að reyna að fá Lóndrúiðinn til sín. Icehawk næri komast hérna inn í liðinu og Jakiro er í vanda. Clockwork hleypur á hann. Forsar hann inni en Björn er líka fastur hann inni. Það er stopp. En Vengeance er dauð. Hop er dauð líka. Icehawk er virkilega low, hann er dáinn. Double kill á Burma. 3 fyrir 2, eins stendur Trömmir í alls konar vanda, gott hookshotinn og Trömmir fellur. Gott. Ok. Þeir ná 10 allavega, já. Ná 10 allavega, já, ég meina... Gott Jafnvel þó hún hefði ekki dáið þá... Já, ég meina 2 kors í hirliðinu, þannig að þetta er sant. Damage Stone 607, 885. XP change er næstu í 2-falt meira fyrir Rím. Já, með change 2-falt meira. Og það er verið að stakka. Þetta er svona, þeir virðast vera góður leið til þess að mynda sér gott lead í þessum leik, Rímarar. Já, sko allavega, mér sýnist SF-in bara verið að halda mjög góðu farmi með við hvað svona standardin er, sko. Ég meina, hann kom með Dragulans, Mask of Madness, Falcon Blade á 15 myndum með trendunum. Þannig að, og er núna að klíra í gegnum einhverja stakka, sko. Spurning hvað timing er samt hjá Rými er, þeir þekkjum á svo vel þetta lið, þeir reyna að spila upp á eitthvað svona heildar timing hjá þessum kórum, þannig að það sé ekki bara eitthvað komið með defensive item á SF, síðan ertu með Axin á Venge og kannski 2-3 item á Björnin og þá byrjar að keyra á fullri ferð. Þeir fá sér AC um einhvern tímapunkti, þeir vilja kannski keyra áfram þegar Venture spyrti að koma með Ax, SF. Það er eitthvað að gerast. Abaddon. SF það er bara Mask of Madness og eitthvað til að standa fyrir fram að sig, sko. Abaddon í alls konar vanda, ná að prakka últið, Biggs er hérna að hlaupa í burtu, er með stekir drellik. Engin turn og engin hjálp í bóði, hann bara fellur, já. Ok, hann er að fara að keyra á hérna, Raddi á gott pick á fyrir Rím, setur smá. Er hægt að sjá stöðuna kannski á Tia? Hvernig lítur hún út? Hún er bara að klára Deso. Alveg að fá Deso. Já. Ég held að... Byttu. Það er verið að trufla hérna. Trufla slöngin. Kemur út einhverjum spellum sá. Það er að nota mjög marga spella. Já, kemur öll út bara. Moista tefjar út. Og Smörker hleypur út. En nú er Björnin mættur. Hann er að skáta.
Hann er að taka fullt af spellum á byrninum. Oh my god, ok, Shaman. Shamaninn nær að sleppa. Ok, það er bara Jakiro. Allir þessir spellar notaðir og Jakiro er eini sem fellur. Það hefði getið verið verra. Já. En já, bæði þessi lið líka er alveg með Rose line-up. Ég meina Abaddon Tia geta alveg auðvitað að tekið Rose. Já. Náttúrulega þegar Tia er komið Desso og síðan náttúrulega ertu með allt þetta mínusarma líka hjá Rím. Sama SF með hæstun eftir núna. Rím er með tvær hæstu heiðunar í öfnleikinu. Tia áttur að fara mjög hratt upp. Já, ég myndi giska að timingi hjá TTR er kannski blink á Tia, blink á Shaman og þá geta það kannski gert eitthvað Moisla. Þetta kom að ég var að bíða eftir þessu. Stop firing, go for it. Satt. Já, þetta er alveg smá sad kvoppleikur sko. Já. Þú veist, það er ekkert það öðvöld fyrir hann að splitta einhver lanes heldur í þessu leik sko. Gott fyrir Samanfellur, gott vop. Hún á inn eftir 2, 1. Já. Deleted, ok. Rím er svolítið að hlaupa í burtu með að leika sem er. Já. Þeir þurfa Ég meina þeir eru að vinna alla þessa skörmisfæta einhvern veginn. Þeir eru að fá 1 og 1 pick-off hér og þar. Abaddon er ekki online og nú bara kerar upp niðurna. Núna er komin Axe á vend, eða ekki? Það hlýtur eiginlega. Jú, það er komið Axe. Já, núna er bara að byrja að hlaupa. Kiro enn aftur í vanda. Sjá supportana er að hlaupa saman. Byttu. Já, hann vildi bara... Hann vildi aðeins... Abaddon er ekki með mana. Rím er að tengja. Klokk, típur burtu. Hann er ekki ennþá komið með Axinn maður. Björnin mættur Tia er að sæbleita á þeim. Slæmt fyrir Abaddon að deyja þarna en fyrir Payne er toppin er svo ógeðslega squishy núna. Hversu pirraður er hann sé? 100 pirraður. Hundur með hundaði. Já, Rím eru klárlega núna konum með sitt eitthvað. Ég var eitthvað svona, af hverju pikkum við þessa hetju? Af hverju pikkum við þessa hetju? Það var nú erfitt að sjá fyrir Last Big Lone Brute hjá Rímeldi. Ég meina, ég hef aldrei séð þá snerta þessa hetju, sko. En ég meina, Atli er bara búinn að spilda mjög vel eftir leinið, sko. Sjáum við hérna flott yfirlit með play levels, good items. Nú þarf Abaddon bara að gera svolítið að klára þennan Rati og vonandi getur hann Já, ég meina þeir þurfa bara að fara að reyna að splitta mappinu eitthvað sko. Ég held að Jakiro þarf bara að fá að henda út öllu spellunum sínum og ekki deyja alveg strax. En supportið með hjá Rím er búið að það er búið að vera svona að hlaupa það niður. Ég meina þeir eru með gott tower defend á, þú veist, Jakiro og Abaddon geta bara plantað þeim bara á turnum. Rím skellti sér í Tormentor. Já. Vá. Bara allt samkvæmt bókinni hérna. Byttu. Nei, heyrðu. Það fattaði kannski ekki að þeir væri allir þarna. Nei, máttu reyna. Enginn var low. Unlucky. Þetta er enda gott vorslæg, sko. Já, hann líka Tíkofn og sjálfur er alltaf að spamma þessu í leikjum, sko. Hann er alltaf að kaupa sitt eigi voiceline, sko. En turnin fellur og tempo-line-upið hjá Rím er að skila árangri. Já, ég meina 13 Blockberg og Vindreitur ykkur svona limdi saman, fara út allt mapp. Ég meina ég held að einmitt núna, þú veist, þegar þeir sjá Rím vera að hópa sér svona saman, þeir verða bara að fara að pusha út topp-veiðinu og mid-veiðinu bara frekar aggressíft, sko, reyna að fá... Já, en þetta er tímapunkturinn samt, það var alltaf swap. Enn og aftur, þetta er Jakiro. Hauður. Queen of Pain, reynir allt sem hún getur. Já, bara... Nei. Já, sko. Tia-swappin, vá. Og ég næ ekki eins og play-by-playa þetta, þetta er bara algjörst rúst. Þetta hefði verið sick, en það skiptir einhver máli. Björnin er hjamsa á Shadow. Björnin er ekki að taka damage, sko. Hann er að taka svo ógeðslega mikið hérna. Þeir eru komið með Solar Crest líka og ég held ekki að þetta verið enda þetta.
ég meina mér sýnist ok, ég sé eiginlega ekki lengur leið fyrir TTR að koma tilbaka í leik. Þeir eru búin að missa algjörlega þessu Tia, þess og blink timing. Líka bara, þú veist, þeir geta eiginlega ekkert fengið neitt combo kill þegar Real hópa sér bara saman. Það er verið að gjörsamlega geina þessum Jakiro, ég veit ekki alveg. Já. Erfitt að horfa á þetta, en hvað á maður að gera? What can you do? Unlucky. Ég hef viljað fá meira frá Kopp eftir Já, ég held að hann hefði bara þurft að reyna að fara aggressíft að Stjart og Vens líka, þetta er refsast svo harkalega. Ég er bara GG út núna. Já, þeir eru GG út. Ói. Já, GG út. Vá, maður, það djöfur gerðist þetta hratt hjá Rima. Þeir bara fengu að haxla og sjálfa og teira bara. Og ég segir nákvæmlega hvar það gerðist, að Rim bara tóku leikinn. Já. Það var þegar að Moisla mætir á topp rúnið á mínútu 6 að tryggja, það reachir rúnuna og Shaman tekur það sjálfur. Og eftir það þá byrjar að fara í kringum mappið og gera hluti. Jakiro er reyndar að stela þessu XP hérna uppi, en svo voru við bara með algjör keislu. Björnin skilaði miklu árangri, þetta pikk var mjög gott og sjáum bara hvað Icewalk er klikkað spilari. Hann er með svo mörg spil í hendi einhvern veginn, eða í erminni sem við vitum ekki skilur og bara. Já, ég meina hann er alltaf að sína núna að hann virðist bara geta spilað þannig séð hvað sem sko. Ég hef aldrei séð hann spila Lone Druid áður en. Nei, ég held að enginn sé að vann með þann en við vitum heldur ekkert, never let them know your next move svolítið þema í þessu fyrsta leik. Já, ég held líka að TTR var ekki búinn að plana fyrir þetta Kopp counter sko. Nei, en eins og segið við sjáum bara að þeir ná aldrei að ná innum items, veist, Brummi er með Blink, Dragonlance, DSO, Biggs fær hann rati fyrir rest en allt og seint. Já, ég meina leið og TTR er að fá sitt timing sem er þessi Blink á Tia og með DSO og geta gert eitthvað með Shaman, þá er bara, þú veist, Rím komni bara 5 saman að hlaupa á turnarna sko. Já, þeir voru bara 2 skrifum undan og það sást alveg fyrir ykkar augljóslega og ég vona að og við sjáum betri framistöðu hjá TTR-mönnum í leiknum 2. Já, Robert Mode Amey, allar ekki að eiga. Nei. 3-0-12. Flawless leikur í honum, 3-0. Við vorum með henni í vasanum, það er að segja, þú veist, þeir áttan inni, er það sem ég er að meina. Queen of Pain og við sjáum, gjörsamlega hleypur menn leiki burtu með þessi 2 item leiðan fekk diffusal, þetta er það sem að vilja Lone Druid middgeri. Pældi hvað þetta er gali bara, hann er með 2 itema. Hvað hefur TTR geta gert betur? Hefur við ekki bara viljað sjá Jakiro og báða supportana að fara upp á millininu leið og hann sammunar bitinu með eitthvað svona algjör cheese? Jú, það hefði verið svakalegt, bara slökka á honum skilur. Því að það á að vera, þú veist, persónulega, og ég er náttúrulega bara einhver legend scrub sko, en ég hefði viljað sjá þá refsa Lone Druid meira á miðunni út frá því sem gerðist. TTR fengu first blood og drapu björnin. Já, ég meina Koppin fekk fritt 300 gull fyrir að drepa björnin. Ég vil bara sjá eitthvað kill the streamer dót í gangi á TTR, bara fara aftur á miðunni að drepa björn aftur leiðan sömmanar og sjá hvað gerist þá. Já, ég vil kannski líka eftir að Slönk var búin að svolítið vinna leinið bot með Hannesi sko, það held ég geta hlupið bara á björnin sko. Þetta leit svo vel út hjá hann bot og bara, veit ekki alveg. Líka því að, þú veist, Windranger og Vents eru einhvern veginn náðu aldrei að fara að drepa eitthvað Tia fyrir hann að Moisla var eitthvað aðeins byrjað að. Ég veit, leiðu að koma hreyfing á supportuna þá, en fengur Rím allt sem þið vildu og TTR áttu mjög erfitt uppdráttar. En þetta er bara leikur 1, þetta er best of 2. Einmitt. Og sjáum hvað TTR-menn gera í hliðinu. Gera í leik 2. Já, það verður eitthvað locker room talk. Einmitt. Þá fáum við bara smá auglýsingar og sjáumst eftir smá. Við sjáumst. Býttu hann að skipta akrein?
Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, I'm looking composed. 2, 1. And well, if that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already lost. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Sæl kæru áhorfendur, við erum stödd í rimmu TTR á móti Rím. Leikur 2, draftið alveg að fara að hefjast, staðan 0-1 fyrir Rím. Eftir algjört stomp, má ekki alveg segja það? Jú, ég meina að leikur klárast á 22 mínútum, ég held að það flokkist alveg sem stomp sko. Stomp í mínubókum, en sjáum hvað þjálfarinn hefur sagt í hálfleik. Einmitt, hjá TDR. Já, Hannes lítur nú að hafa tekið einhverja ræðu. Hvað myndir þú segja við liðið þitt? Bara, ég meina, ég veit ekki, við vorum ástæðir, reynum að fekka eitthvað meira team synergy. Einmitt. Einhverja meiri heild, kannski ekki eitthvað svona smá, þú veist, þetta alveg smá volatile að vera með, þú veist, Abaddon offlane sem að fyrir Radiance og hann þarf tíma og þú ert að spila mútið Lone Druid SF Venge, skilurðu maður sér alveg þetta smá, þetta timing maður sér alveg fyrir, skilurðu, þetta 20 mínúna timing hjá Rím, sko. Hverjum í liðinu myndur þú fara að segja að þú að andlitið? 10 seconds remaining. Öllum. Allir þurfa að gera betur. Nei, ég held bara, ég held að þau þyrftu kannski bara, þú veist, á móti Rím alveg erfitt að vera með einhverja hitu sem að þarf bara 20 mínútur til að farma og komast í gang, skilur. Það mjög erfitt. Alltaf á móti þeim. Já, mér finnst þess að Rím hafi unnið svolítið að þeir sem voru mest aktífir voru alltaf bara klokk og Lone Druid sem var svolítið svona leik og Vindrandir er náttúrulega líka með í þessu. Eftir að lensið sé var búið. Einmitt. Venge spilaði þetta mjög vel. En enn á eftir, mér langar aðeins að innbráða það sem ég var að segja á þann. Mér langar að sjá leikina stjórna á offluninu. Ég vil ekki sjá einhverjar hetjur sem að þurfa endilega eitthvað stóra item eins og Radi eða ég þótt að Venge hafi fengið Axi á endanum hana að segja á fínum tíma. Það langar mér að sjá meira domination þaðan. Já, mitt. En þetta sýnir bara hversu mikilvægir supportar eru í þessum leikjum. En sjáum hérna, þetta rosalega mikið sömu hetjur sem við verðum að banna hérna. Nema að meira tekur út klukkuna. Já, mitt, sko, núna TDR eru first pick núna. Og Rím eru Radiant, þannig að við skiljum þetta klokkbann. Vilja ekki gefa klukkuna. Nei. En annars bara sömu bönn, Disruptor, Ringmaster, Silencer. Spurning hvað TDR vill gera núna þegar þeir eru first pick. Þetta er strax betra. Já, þetta er metta hedja. Já, ég meina og leinu. Já, sterkur leinir. Þarft ekki itema, skilur við. Þú þarft ekki Radiance, eitthvað hannig. Getur farið Blade Mail eða þú þarft. Já, þetta er ekki bara svona Blade Mail Axe er svona go-to held ég. Já, og menn eru líka bara rosa beint Axe, sko. Já, mitt. Þannig að þú veist, þú getur líka bara, þú ert með miklu sterkar spella en Abaddon og þú getur bara hjálpað liðinu fyrr. En já, first pick SF, ok. Hvernig myndið þú svara SF? 5 seconds remaining. BKB Pierce, ég meina Bane getur verið fín, til dæmis Primal er fín. Magnus er góður. Ég meina eins og bara mid-matchup, bara Primal gjörsamlega skýtur yfir SF ef að SF er eitthvað aðeins að, þú veist, ef hann er smá out of position þá getur bara að trampla hann niður, skilur. Já, ég var til að sjá eitthvað sem að Magnus líka getur bara... Resturinn er svolítið að leini, sko. Já, getur vel að gert það líka. Þú veist, SF næri eiginlega ekki að harasa Magnusinn út. Magnus fær alltaf last hit, síðan fær Magnus bara tíminn að blinka og boots og dreipur hann bara aftur og aftur með supportunum. En síðan, já, eitthvað svona fyrir leikinn, sérstaklega mótið carry SF er eitthvað svona BKB Pierce eins og bara Bane sem að getur haldið honum bara er alveg frekar stjórnlega, sko. Dawnbreaker er BKB Piercing ult. Já, mér finnst það ekki samt nógu sterkt held ég. Eða þú veist, stönnar hann í 1 sekundu. Ég held að sé aldrei að fara tíma að setja þetta bara akkurat. Nei, mitt. En ég held að myndi vilja eitthvað aðeins meira reliable, en líka bara ég meina heiti sem kaupa Blade Mail líka eins og Dawnbreaker er líka alveg frekar sterkt, skilur. Að þá getur SF ekki joina þessa early fighta og bara hakka eitthvað, skilur. Að leið og kveikir á Blade Mail og þá þarf hann að hætta að lemja þig. Í, þú veist, early fightunum. En já, ég held að ef að TDR heldur áfram að pikka svona heiti sem geta pussa út waves
geta vendað turna frekar auðvitað svipa á Jakiro skilu og henda Já. bara út einhver spellum á veifi. Ég var aldrei að spjóta kjóra aftur sko, þetta var náttúrulega ekkert, Já, þótt hann átt erfiðan leik, þá var þetta alltaf mjög líka bara good value, þú veist, í þessari hedju. að þeir vilja síðan held ég last pikka Hannes, eða þú veist pikka hann seint í draftinu allana og Jakiro parast vel með öllum carry hedjum. E.T. ok, þetta hlýtur að vera móislega E.T. Já. Ekki nema smörker sé... Hvaða ára er þetta aftur sem hann er með? Er þetta ekki líka mínusarmur? Þetta er mínusarmur, jú, tekur base armor 1. Þetta er trufluð hetja sko. Já, þetta er störtluð hetja sko, Heftarinn? Þú veist, maður skilur líka okkur hún er ekki vinsælli sko, af því að þú getur gert svo mikið að cool dóti með þessari hetju og ég held að þessna fílum móislega þessa hetju líka svo mikið að það er svo mikið í boði fyrir að gera þess. En á sama skapið þarf að vita hvað þú átt að gera, skilur. Þú ert að þekka þitt hlutverk mjög vel. Algjörlega, það er nú ekki margir sem eru CSI-ir eldast þetta spil. Nei, mitt. Þannig að ég skil alveg að menn sé ekki peka þetta mikið. En við Ok, sjáum Windranger EA. Ég er ekki hrifinn af þessu. Nei, eða sko mist EA allan að fín. Af því að Þú þarft að para EA upp með einhverju betri heldur en Windranger sko. Já, alveg klálega. Ég held að þú eru betra að setja upp sko. En þú veist eitthvað eins og þeim vantar núna finnst mér bara eitthvað eins og Ember sem getur bæði beita fyrir Dawnbreaker ulti og setta upp fyrir Abaddoninn. Ember væri frekar gott eða Perk eða eitthvað, Storm. Samanlega. Þú veist, já, EA þarf ekki að setja upp og Dawnbreaker þarf líka eiginlega eitthvað að setja upp eða eitthvað til að beita fyrir sig sko. Jöp. Þá sjáum við hvað Rím pekka næst. En já, þetta er örugglega, ég held að Hjalti spila alveg Windranger sko, þetta gæti verið Windranger mid eða bara Windranger fjarki á Maríu. Meira mínusarmor, já ok, Weaver, Vent. Hvað geta að peka meira? Slardar? Nei. Geta þær ekki bara sett Windranger mid og peka Pögnu fjarka eða eitthvað, eða Pögnu 5 skilur. Pögna lukka frekar fín hérna, getur híla, það er ekki með save á móti Vent. Þetta lúka bara eins og einhver ostavisla önnur sko, þannig að... Ég meina þú þarft einhvern armor sko. Sæðir. Ok. Það er nú ekki mikið... Já, Pögna... Mitt. Þeir bönnuðu Pögnu á TTR. Ég mista því. Gyro... Bönnuðu líka Dassul sem hefði getað verið að gefa liðan armor. Ef að Gyro fara farm og eitthvað svona? Já, þetta er gott Gyro pick sko, því að hann mun ekki deyja... Þú veist, 6-slóttaða Gyro er ekki að fara að deyja þó hann sé sloppað inn í SF, skilur. Bara kveikja svið tennik á eitthvað gerist þú. Þeir eru ekki með nógu mikið lockdown til að læsa hann alveg niður, sko. Spenna greipar. En, já, líka, þú veist, Ghost heitir til að taka stakka bara. Ég meina, þú með EA og Windranger sem báðar hitjuna geta stakka án þess að fara úr leininu. Windranger er mjög góð hitja með Gyro. Þú veist, þá getur alltaf últa on á Gyro-inn. Þannig að núna og Missel líka. Ég vantar annað hvort fjarkaði mitt með eitthvað meira setup, meira teamfight, meira CC, eitthvað svona. Ég veit. En já, TTR, já þeir voru náttúrulega first pick þannig að þeir eiga núna líka næsta pick. Rím er eitthvað aðeins að ákveða hvað þeir vilja banna þarna. Já, takk út Magnusinn, það er gott bann. En já, spurning hvort þetta sé, sko, þetta er líka svo mikið flexi á Rím. Það er, ég held að þessi eiginlega garantera bara að Moislas að spila E.T. En ég menna SF getur farið middu-carry, Weaver getur farið carry og fjarka, Venge getur farið 3, 4 og 5. Já. Þetta er... Það er svo erfitt að drafta á móti svo sko. Banna Kvop, ok. Hún var alltaf svakaleg í síðasta leik. Já. Djók. Nei, ég held samt... Þetta er nú eiginlega skárri Kvop-leikur núna en síðast. Þeir vilja... Eða þú veist, svo lengi sem að þessi ekki fara að lóta þetta. Eru þið fara að setja SF mitt þá? Ég meina, fyrir mér lítur eiginlega smá þannig út. Banna Magnus og Kvop sem að eru... Já, lítur þannig út. Góð matchup, sko. Ekkert shade á höndin, sko. Þetta var bara erfið leikur. Já, náttúrulega bara allir í mjög góð matchupu, sko. Ok, þannig að TTR eiga eftir 1 bann og 1 pick. Þeir bannu hérna Morphling og Puck, þannig að þeir halda að sé SF carry aftur og þeir banna Puck. Þeir bannuðu samt líka Morphin, sko. Þannig að þeir eru svona að covera báða ráttir, sko. Já. Dragonite. Já, ok, þetta er Windranger fjarki og DK mid. Já, ég fíla DK. Fyndið samt að banna Puck ef þú ætlar að pukka DK, sko.
Immo. Býtu, ég er samt ekki... Er þetta safe lane? Nei, djók, þetta er ekki safe lane. Þeir eru með Jero. Já, ég skil ekki alveg þetta puck bara þá. En alltaf. DK er náttúrulega mjög góður þetta puck. 5 seconds remaining. Já, nákvæmlega. Ég fatt ekki alveg þetta puck-bann heldur. Kannski voru bara eitthvað tæpur og tíma og... Já, en... Sko, ef þetta er DK mid á móti SF mid, þú veist, það er alveg frekar röff, sko. Þetta er samt svona hetja sem er mid-durable og ætti hún alveg að lifa þetta af, sko. Já, kannski. Ég veit ekki að... Þú veist, þetta er aðeins öðruvísi núna, sko, því að þetta er innetið núna, þú veist, armorun og regioni. Þannig að þú veist, þú færið það frítt, skilurðu, en þú færið það ekki, þú getur ekki byrjað bara að maxa passivið, skilurðu, strax. Nei. Þannig að ég held að SF ætti getur stoppað eitthvað primal offlane. Nei, primal... Mid. Ég veit ekki neitt. Jú. Venge... Já, er þetta primal mid, eða? Venge offlane Weaver fjarki. Eða Venge fjarki... Ég held að þetta sé Venge offlane, sko. En Weaver... Primal mid, SF carry. Weaver carry. SF carry. Ég veit ekki. Það var bara komið í ljós kannski ætlaði bara að randoma. Heyrðu, hérna að sjá hittuna, ok. Ok, þetta er SF mid og þetta er carry Weaver og þetta er offlane Venge. Nei, hvað er ekki hérna? Fjarka Venge og offlane primal. Það er mjög, jú. Og Moisla ET, já. 100 með bláa skinnið, það er frekar cool. Það er frekar cool. Ég fíla drafti töluvert betur núna hjá TTR. Dragonite, það er bara að fá þetta blink. Líka sko, ef þeir myndu lenda aftur svona eftir á í þessum leik, það er frekar auðvelt fyrir að fá kill með DK blink inn í stun, inn í Ice Blast, inn í Dawnbreaker Ult, inn í Power Shot, skilur. Þú ert að fara að fá kill í þessum leik, skilur. Já, ég er spenntur að sjá. Icefog á Shadowfiend, þetta er rosalega Icefog hetja, sko. Já, náttúrulega stjórnuleikinn á úrslitunum síðast. Þannig að fór, ég man ekki hvað hann var, allavega eitthvað 0 deaths og gjörstulega stoppaði leikinn. Flex hetja og við vitum að hann Icefog, hann er mjög mechanical skill gæi og þannig spilarar eiga að vera á svona hetjum sem er bara flex á fólk. Já, hann er líka þannig spilari að þú veist, hann er ekkert endilega að stompa þig í leininu með því að drepa þig 5 sinnum. Hann er að stompa þig bara á lastitum, á creep aggro, á bara svona lane mechanic, skilur við. Já. Hann er bara stompa þig bara í að íta á takka, ekki endilega bara eitthvað að drepa þig aftur og aftur. Hörru, 5 smókið á TTR, þeir eru í hendarhug. Fengur náttúrulega first blood í síðasta leik. Já, hlaupa samt vitlaus megin. Já, sikkur megin. Ekki mikla líkur á að það gerist eitthvað. Good luck with that one. Rím bara í chillinu, frábært positioning hjá þeim, þeir eru allir bara Vengein tilbúin að stunna hvert sem er. Áhugaverður vort, þannig ég hef ekki séð þetta verið. Já. Sér þetta rúnið? Nei, þetta nær ekki. Getur ekki köttið þessi trið, þannig að við komum bara aftur. Við erum eða myndið köttið trið. Það var náttúrulega frekar augljóst held ég sem er vort. Ég myndi ekki fatta það. En já, það gerist ekkert jafn spennandi og í síðasta leik núna í rúnfætinu, þannig að ég býst við að þetta sé bara 2-2. Þetta er bara eitthvað spegla hvort annað, þessi tvö lið og... Mér finnst líka að þessi level 1 fætar oft vera allt og mikið kjaftaði, sko. Þú veist. Hann er að dynæja vortunum, já, hann sá... Sá hann sentry? Já, hann sá örugglega hann setti niður sentry. Já, vel spila hjá alla, ekki gefa þeim neitt. Þetta er mjög leiðilegt fyrir þetta næja orðinu, sko. Já, ég held að það er samt alveg alltaf leiðileiki og þetta mótið sko meðleika og þú ert ranged að vera ekki með midvortin. Primal komur svolítið aftur inn í metað. Já, þetta Blink BKB refresher build virðist bara vera að trompa öllu einhvern veginn. Þið fara ekki í axið undan refresher, það er bara refresher fyrst. Allan að það sem ég hef verið að sjá þessa pro-spilar að gera... Breakið er náttúrulega mjög gott á móti DK. Oh my lord. Já,
ekki Icebox með eitthvað mango? Jú, ég... Það er svo leiðilegt að spila út af spilurum sem er bara að spamma einhver mangos. Ég veit ekki hvað DK á... Hvað fas þetta DK með eiginlega? Má ég sjá það? Hvað, þessi allir dregarnir eru góðir, sko. Viltu giska? Ég held að sé græni dregar. Já, sko, græni væri bestur. Ef hann er með bláa þá er hann mjög erfitt með að fara... Ok, hann er með rauða. En það er AOE tail, sko. Það er gott. Já, það er kannski alltaf læg. Þið vantuðu stönn. Já, þetta er alltaf læg. Það var Moisla byrjar að berja limu fast með þessum Astral Spirit. Tekur enda stompið frekar en áruna, sem er áhugavert. Það er mjög, veit ekki, í típisk Bústar það ekki leinunum líka? Áran? Já. Já, ef þú stendur í krýbónum. En áran er samt svo lítil, sko, að þú þarf að standa á veifinu eiginlega. Skemmtilegt bodyblock plus stack hjá Moisla. Þarna er reynslan gjössanlega skín. Gott en að Víver í sama Gyro, 11 lastits. Það er að snóna svolítið út með flakkanón. Já, Hannes hefur náttúrulega bara svo frábær spilari líka, þú veist, mér finnst hann alltaf vinna leinu sitt eiginlega. Hann er náttúrulega frábær leina. Ég held líka að Slöng geta alveg verið að gera góða hluti fyrir hann, sko. Já. Ég held að séu gott duo. Góðu saman. Já. Moisla púlar hérna grípinn. Þarna sjáum við okkur Víver góður með Dawnbreaker. Þannig að það getur sér kútsið sig út úr þessu Dawnbreaker ulti og erfitt að fá þessi kombos niður á hann frá Dawnbreaker og öðrum hlutum. Það er mitt. Ok, hundur er aðeins að berja frá sér þetta. Leiður á þessu. Já, láta hann finna fyrir því. Hann er manulaus og þetta er ekki hitt sem við köpum sér bottul eða hvað? Nei, ekki á DK, sko. Bara að kaupa frekar 1-2 Tango og Salv og Clarity, sko. Bottul finnst mér vera mjög mikið waste á hitju eins og DK sem er nú þegar með svo mikið sustain, sko. Það er aðalega bara manasustein sem þessi hetja þarf, sko. Já, ég meina eins og í þessu leik, hann getur bara keypt sér boots, kannski einn bracer og mér finnst hann ætti að taka boots á undan bracer mótið SF. Já, mikilvægt á mótið SF sem er með, það er vesen. Það er ekkert vesen. Ekkert vesen, Slöng. Fristir hérna óarga dýrið, skepnuna hérna. Þetta er náttúrulega einhver risæli, sko. Meira harras hérna á Smarker. Sölvi er að reyna, hann á mikið mana samt, sko. Hann á spella, hann er 2 trampúl. Primal Beast. Hvað er þetta? Er þetta risaðala? Já, ég meina Primal Beast, er það ekki bara skilgjörningin á risaðalu? Gott dodge hérna, byrju, Moisla er að hakka. Vá. Vindur og First Blood. Já. Það er meira, hann var meira ekki. Hún á ekki vindur hann ekki. Meira. En Moisla kom með eitthvað í áruna eða núna? Eða er með 2 Var ekki bara fáðilegur þú þarna? Jú, kannski. Sýnist hann ekki verið með áruna. Já, ég meina Beefy melee hedja með Víver. Náði líka að svæfa og sko svæfa á báða. Eða þú veist, vind og Dawn. Og sem bara berja á báða. Ok, 2 kill hérna fyrir rím. Atli með 12 denies á millinu. Já, level 5. Undir turn. Nei, býttu. Missir að þessu reysin, hann ásamt mango. Og býður upp á high five. Hundur vill ekki high five hann er brjálaður út í hann. Viltu ekki náða hann einhverju rinskripi með þessu? Breathe fire. Já, ég sá það nú ekki. Ég held ekki, sko. Já, komið boots. Já, SF er vantilega með fastletinn þar sem að Reisis er að hægja á honum eða hvað. Já. Jú, þetta er hann, Shadowmaður hana. Já, einmitt, já. Hundur er svolítið að spamma þessu kúi þarna. Heldur hann lágum þannig séð, en við allir lætum það nú ekkert stoppa sig. Það er þurna, sko. Vel spila hjá Hundu að kaupa sér líka meira regen, mér finnst það oft vanta, sko. Já. Líka það eru út að spila móti hitju eins og SF eða eitthvað svona, þú veist, keiftu þau bara auka regen. Já. Þú veist, það er alveg þess virði.
Sjáum við drauginn, hvað sem þetta kallast, labba í gegnum við leinið og hetjur og svo byrjar hann bara að Byrjar að berja. Þetta svo mikið damage, hann getur samt ekki tankað mikið. The briefcase. Einmitt, já. Hann ekki komið neitt í árun enda, hann að maxa bara stompi og ætla kannski að reyna að setja eitthvað upp fyrir hina hetjuna sinnar. Já. Getur setta upp náttúrulega fyrir Requiem. Já, nákvæmlega. Konsekvens var leikinn, en Thokk sem var Brummi og Slöggur byrjar að herja á Smörker. En meistarnaður, Brummi með flakkonum í gangi. Reynir að elda niður. Slöggur í alls konar vanda. Slögg. Hann svo með Fairyflyer. Býttu. Þetta clutch. Trummi deyr. Slögg. Vá. Smörker alltaf reyna á honum. Ok, Smörker náður honum. En já, mikilvægt kill fyrir Slögg. Fær hann solo kill hérna, það væri mjög sterkt. Nei, SF-inn að tippinn. Já, hann spakar. Og með... Býttu, nei, æj. Ok, mana fyrir ulti. Ok, mana... Oh my god. Smörkur nærnum. Býttu, en það ná víverðnum, ok. Ok, gott. En býttu, Moisla fekk þeir fengur double wisdom á rými þetta skiptið, þannig að já, ekkert wisdom fyrir TTR. Núna Slögg brjálaður í mikrofónunum, sko. Hann örugglega alveg örugglega. Hann var næstu konum björtu. Fairyflyer play. En á meðan fekk DK allavega eitthvað smá uncontested farm þarna mid. Hann var alveg með allt í lagi lastit með að við varum móti SF. Býttu. Moisla að setja upp killið hérna, já. Velspilaður Moislu. Já, þetta erfið, þú veist, ég veit ekki, þetta samt ekkert eitthvað erfið byrjun. Það 5-2 og það minna 1000 network lead og við sjáum við skoðum Lastwitch hjá liðum að SF kannski svona örlítið að stinga af en svo erum við með. Já, málið allavega SF-inn allavega ekki, hann ekki að fara að pressa þig strax eins og Lone Druid að fara að gera, skilur. Hann aðeins að fara að farma. Já, góðu stakki. Sem að gefur DK og Dawn smá tíma til að catch up líka, sko. Hann ekki að fara að pressa jafn mikið á þessu Lone Druid. Góðu göngutur hjá Moisla skilar Ward í triangle. Gott Ward. Mjá. Hannes byrjar að farma stakka líka, já. Komum með ágætlega mikið að lastitum. Þetta það sem þessi hetja gerir best. Það að taka stekka. Ég held að það sé gott adjustment hjá TTR í þessum leik, eða veist. Ég náðu alveg að laga hluti úr síðasta drafti sem að voru ekki alveg nógu góður. Alltaf þegar fólk að stakka í þessum leik, sko, ég heyri þessum á þér. Ég heyri lagið hans Tengdu drengur. Veistu hvað lagið er það? Ég veit ekki hvað lag en ég þekki... Já. Já. Það bara hvernig ég stakka. Stakka. Radiant's middle tower is under attack. Já. Boing. Ég að... Hann dör. Vá, hvað þetta mikið damage. Býttu, en Sölvi kemur inn. Hann dör. Dripur Hannes. Vá, maður. Gott svar. Já, mjög gott svar. Ég var einmitt að fara að segja hvernig það eitthvað lítið að gera í þessum leik að vera bara með Gyro og SF að farma hérna stakka og eitthvað. Day at the office for the briefcase man. Stakka hérna. Moisla að stakka fyrir Hannes, flott. Fyrst hann ennuð hana. Núna er hann að öskra okkur. Þið verðið að koma að fara með þetta stráka. Ég var að stakka hérna sko. Nei, hann er bara að taka þetta. Af hverju var þetta að stakka þetta með? Ég veit ekki, þetta er bara eitthvað... Hætti við, já. Sko, þetta svo vondsamt núna fyrir TTR að vera ekki með þetta wisdom, ég meina... Veitu hver stakkaði þetta? Færa gullið þegar það börnum í tíkur? Já, þú færi samt. Þetta er raunin bara eins og City Ward. Ekki það sé eitthvað lendamál að Brummi sé að fara með þessu staðin. Það má færa rauk fyrir því að vera með eitthvað next level play, sko. Ef þú ert að pæla í þessum Q, sko. Svo lengi sem maður ekki stakk fyrir degi. Það er einhverja... Vá, það er öllu eitt til að bjarga þessu vindröfnir. Oh my god, Moisla. Heldur áfram að börja. Dekon kemur inn. Dekon er level 9, gerir mikið damage. Moisla fellur og Hannes fær killið.
Mann bregður alltaf jafn mikið þegar helvist últi og allt þetta en bara Já, þegar rífur upp jörðina. Já. Það er svolítið hryggjarbrjótandi ultimate. Radiant structures are fortified. Já, sterkt fyrir Hannes að fá killi líka. Já, mjög gott. Og stakkana sem hann stakkaði fyrir hann. Á meðan Víverinn að pressa botturnin, þannig að báði karjatir að pressa þessa turna. Helvitis pattan. Byttu. Ulti. Mörker. Hundur poppa. Ulti. Það er swap. Já, en hann fellur samt. Drömmi ætlar inn. Einn á móti þremur. Hann rugglaður. Þetta er erfitt að spila inn í eigi, sjáðu. Byttu. Allir komið blink. Rosa blinki. Ok, áhugaverð. Og en Sölvi fellur. Gott power shot. Víver mættir í bakið. Nær Oh my, þvílík stomp. Hannes mjög low. Oh shit. Reisinn. Vá, Robert var double kill hérna. Þetta er team wipe. Vá. Býttu, Vindrætsi dó hún ekki tvisvar eða? Ég ruglað kannski? Ég veit ekki. Ég leiði eins og hún hafi dáið síðan respawn að koma aftur inn og kannski ekki. Ég var næstu búinn að kalla Drömm í hálfvitaðana. Já, fyrir þetta go. Já. Ég gerði það ekki. Nei, ég hugsa að Robert hafi verið að segja já, ég er að geita strákar, ég er að geita byttu. Þeir lesa. Já, hann á eiginlega ekki break í level 12 SF-in, sko. Gott rotation frá framlýsa. Þetta er innvið svona beita. Já, smá. Þetta er eins og að fá Aegis og þróa hans, skilur við. Og svo þegar hann sér hann loksins þá attackar hann strax. Ég held að gæti verið að það hefði bara verið óvart. Svona, eitthvað. Hann var samt eitthvað búinn að labba held ég, sko. Þetta lúkaði samt svona frekar tvístígandi, fannst mér. Já, Móislægir eiga frábæra leik. Vonum brefsa. Þeir eru bara alltaf á réttum stöðum, á réttum tíma. Já. Leikmenn rýmum. Það lítur einhvern veginn alltaf þannig út, sko. Ég eru búinn að opna 2 turna, botturnin og toppturnin, bara middturnin eftir þessum tier 1 turnum. Núna samt leikurinn aðeins að opnast. Víverinn mætti topp, Hannes á gyronum mætti bot. Já, Gyro bara farinn. Dire's middle tower is under attack. Dóbryggur fyrir 2. Radiant's bottom tower is under Getur náttúrulega alltaf verið hinum en að mappina að farma ef hann með ulti uppi. Wisdom Rune við það að spawna og að sjálfsögðu slöng mættur just like clockwork hérna að Efficiency. Nema blokkar samt. Já, ég held að það sé erfitt að stakka sem báður. Verður að vera þarna uppi hinum en eða það gera þetta sko. Einmitt. Til hann heimskur. Djöfull er hann heimskur. Skål! Sjátt á alla sem fóru tíðaði fyrra. Shit, hvað var gaman. Ok, skál. Einhver glindi gleraugunum heima. Fær teip frá alla hérna. Móislega svo fúllan þrammar í burtu. Þessi heti, hún þrammar mjög mikið. Já. Ein hetja sem þrammar meira en þessi er örugglega primal sko. Já, ég meina hann er bókstaflega með að bildi sem heitir að þramma sko. Bara, já. Víverinn, já. Ok. Bara eitthvað aðeins að augra. Það er 70 sekundar cooldown sko, þannig að já, það er þetta alveg. Do with that what you want sko. Ef þið náðum í stun plus A-ult sko, þá er það alveg huge. Er ekki DKN komið blink eða? Er það með hann á kurja núna? Dire's bottom tower Á is under kurja. attack. Já, komið hann. Ok, þess vegna þeir eru að smóka upp hérna. Þetta er gott move sko, en því miður eru rím bara allir mætti topp eiginlega fyrir aftan SF-inn. Svo að Madonnin er svona bara að reyna að Þetta er beita maður. Hundur með geggjað blinkrivíl fer beint á miðuna, tekur kall út. Radiant's middle tower is under Veitir, attack. núna smóka rím. Þeir vita að þeir séu eiginlega allir bot, fyrst að það var enginn að svara þeim topp. Dawn á ult samt tilbúið, þannig að það fyrir eftir hvert þeir byrja á sko. Þeir eru alltaf að byrja á eikonum. Löftu! Hann er að traðka, það er að koma. Eigi blasti hýttir ekki neitt. It's a trap! Býttu, allir.
það næra cancela SF-últinu. Þeir eru allir low. Brummi tekur það tilbaka, þeir menna þeir eru undir turni. Kemur tilbaka, Icefrog, mjög low HP. Hannes. Þetta segja maður, Brummi. Hannes er ennþá lifandi, en Róbert... Consequence er að koma í bak. Biggs er low, Consequence, hleypur inn með Sikuchi. Power shot, hittir ekki. Big tension á mid lane. Big tension. Oh my god. Ef þetta power shot hefði verið aðeins neðar, sko, þá hefði hann náður Róberti þarna. Dó bara 4 í þessu fight, eða? Huge fight, Moisla dó líka, þetta voru 3 og DK líka. Meira svona maður. 6 sem dó, 6 skemmt. Hundurinn út af blikkið. Hann getur ekki farið, nei. Hann er steindauður á Trummy. Hann er samt með upprórið, hann er með mikinn armor. Já, ok, vel spila ég á hinn, ná honum. Trummy, þú ert ekki gate, þú ert ekki að stanga. Ok, þannig að á endanum eru 4 sem dóu hjá Rím og 3 hjá TTR, eða ekki? XP change. Ok. Oh, we're so back there. Ég blast hittir. Já, hann fekk 2 skot líka frá Gyro og missir. Já, hann deyr. Stop farming kom fæl, sko, já. Ok. Var Moisla bara að strauja kortið sitt í þessi voice lines, eða? Hann er með svo mikið. Þetta er allan $40, sko. Já, er þetta ekki meira það? Þetta er $20 fyrir Issi Mjá. Kissi Mjá, sko, já. Það er örgulega $20 hitt líka. Það er alltaf $100 frá Rím fóru í Kissi Mjá, sko. Þeir eru bara að stafna einhverju veljónu fyrir henni gegnum árið. Já, það er þetta rétt. Þetta er kannski allt bara, þeir eru að koma Dota-peningnum aftur inn í leikinn bara. Já. Ég var með að selja kistu sem ég fekk á T. Crimson kistuna, eða? Já. Ég átti bara eftir að fá Meebo. Ég var að fá allt annað en Meebo og svo átti ég 2 auka. Hérna, auðvitað opnaði þetta ekkert. Þannig að ég er búinn að selja eina kistu á $150. Það fór beint í eitthvað skins maður. Ég held ég seti í næsta sölu og fáði mér. Ég seldi mér líka mína kistu, sko. Ég keypti mér bara einhverja fullt af Steam-leikjum og einhverjum Arcana og eitthvað, sko. Ég er nefnilega að spila eitthvað annað leik, sko. Ekki heldur, ég keypti það bara. Stundum eftir hann. Risa Ice Blast! Risa Ice Blast, en hittir ekki neitt. Vini sína! Þeir eru nú þegar dauðir. SF-ili. Rím eru aðeins að heyra yfir sig, þannig að byttu. Er það physical damage, eða? Af hverju hann? Ok. Moisla og Smörker eru svolítið lokaðir inni. Stomp á einn últi út hjá Moisla. Það er svo... What the fuck? Oh my god. Þetta damage, maður. Gauð, til það gegga spott. Vá. Inn í últi. Just another day at the office. Fyrir en ok, TTR klínu upp hérna, mingar network mjög mikið. Já, ég veit ekki, maður fannst eins og þetta var geggja hjá Rím, sko, en þeir missa 3 hurtjur og missa bara... Já, þetta var geggja play, sko, að ná Gyronum, en þeir náttúrulega mistu, sko, SF-in og Primaril þarna bara alveg í byrjun. Já, ég bara tók ekki eftir því. Ég var bara svo æstur. Ég er ekki heldur, ég var bara að tala um einhverja Crimson kistu og einhverja Steam-leiki sem ég spil ekki, sko. En ok, já, ég meina vel fæta hérna hjá TTR. Þeir eru að leita Dawn, swappað inn. Já, drepa Dawn hérna. Ok. Víver og SF top net worth. Já, 20 myndir linnar og... Má ég sjá itemin hjá Gyro-selinum? Já, af hann. Ok. Drepa hundurinn að nota ekki eins og niður Requiem. Ok, sko, ég meina, gefið hérna Gyro bara aðeins með tíma og hann þarf að bera liðið sitt. Já, ég held að þetta sé klárlega leikur sem að Gyro getur 1v5 að, sko. Þú veist, á endanum. Þetta er, ég meina, horfum á byrstulegina, þetta er ekki stomp og í fyrsta leik. Þeir eru samt... Þeir eiga alveg fullt inni, sko. Hlöftu! Næra komast úr stompinu. Afi ekki sáttur, sko.
Tormur kominn. Mér sýnist þeir alltaf taka hann. Já, þeir eru alltaf að gera sér líklega, annarkvort í Tormin eða Tier 2 turninn. Þeir ættu nú bara að drífa sig hann upp. Þeir eru með Pöddur og þeir eru með Elder Titan og Og SFN, já. Þeir þurfa ekkert að menna það, bara að leyfa Pöddurum aðeins að vinna Tormentor. Aðeins að jafla á Torminum. Jöp. Sjáum hvað nettur þið fer mikið upp þá. Það er komið út í 6.000. Já, þeir eru bara að farma svo miklu hraðar á þessar 3 core hits hjá Rím farma bara svo miklu hraðar en core hits hjá TTR. Það fóður ekki í Tormi, ég skil ekki. Þú veist, Gyro farma náttúrulega mjög hratt, Dawn allt í lagi og DK frekar hægt. Sérstaklega ef þú ert bara að fara í svona mid-utility eitthvað build, sko. Ert ekki að fara í einhver farming icon. Já. Þannig að Rím eru hraður að safna network lítið hérna. Þeir eru að TP bot, vilja fæta þetta og finna Gyroinn. Dawn er samt uppi, er með TP ready, það er einhver gripinn. Kameramann! Þarna. Ok, kemur inn últi á Hannes og þeir bjarga honum. Bittu nú, hvað er þetta? Fæta núna? Þeir eru ennþá að elda samt. Smörker er með swap, hann swappar inn Hannesi. En ég held að það hann er hlaupmynd í turnin. Bensku spyrir fellur, en bittu nú. Deka deyr hérna til hliðar. Nota requiem á það. Ok, ég meina, getur sem til að fæta það eitthvað? Dawnbreaker á ekki ulti. Hann, já, Primal. Byttu. Stórt E-blast, hittir bara Primal. Dawnbreaker fellur. Trummy er að fara að deyja. Nei, byttu nú við. Jú. Já, fellur. Þetta var nóg. Ok, þannig að þetta er 2 fyrir 2, en allan á 2 kórar hjá TTR, já. Offlane. Og meðan að Rím missir bara plus 4 og 3. En þetta er samt allt í lagi fyrir TTR, ég meina networthið er bara sama og var. Þannig að það er alveg jákvætt og Hannes fær eitthvað gull, eitthvað XP. Það er bara jákvætt. Kissi mjá mjá. Let's do this. Já, sko ég held að já, núna er Rím með augun á Torm. TTR þurfa kannski Veitu, þeir eru með ward hérna uppi TTR menn. Það ekki. Þeir sjá þetta gerast. Ætlar að svara þessu. Nei, þeir taka þetta svo ótrúlega rætt. Það kemur aðsplast. Veitu, þeir eru allir að geita bot. Já, DK-in er bara farin vel spilið í honum. Þannig að þeir eru að ná að splitta upp aðeins mappið hérna. Sem að er gott. Ég er spáð að smakka þarna Pringles sem við erum með að borna. Já, endilega. Kick and sour cream flavor. Það er sem að geta Pringles er styrtaraðili. Nýr styrtaraðili 2005 til 2006 hjá okkur. Tökum taste-testina í björni. Bjóðum Pringles hjartanlega velkomin. Kick and sour cream sem er heitt. Já, ég hef ekki smakað. Þetta er auðvitað bara eina fáu Pringles bragðtöðan sem ég hef ekki smakað. Þannig að ég er mjög til að smaka þetta. Gott hérna meðan að kornir eru bara að farma að taka smá taste-test. Góð lykt af þessu. Má ég finna. Já, frábær lykt af þessu. Það kikkar aðeins. Já, þetta er gott. Já, þetta er með sko 1 pipar af 3. Þetta er samt alveg... Það er samt alveg pinnur spicy. Maður finnur alveg fyrir piparnum, sko. Já, en ég finnst það ekki mikið bragð. Ég verði til meira svona krydda. Þetta er svona eins og papriku Pringlesi, blanda saman við græna Pringlesi. Já. Sko, græna er náttúrulega bara sjúklega sterkt, sko. Eða þú veist, ekki sterkt, heldur sterkt bragð. Sterkt bragð, bara mikið bragð. Sama með, þið breyttu sér eitthvað fyrir einhverjum ári síðan. Það var eitthvað miklu meira svona bragð af þessu. Sem er fínt út í að þá borðar maður minni í einu. Já, nákvæmlega. Það er ekki að mikið. Nákvæmlega. Glæsilegt hjá ykkur, Pringles fólk. Já, þetta er mjög gott, sko. Já, aftur að leiknum. Network lítið er bara það sama. Rím eru hérna með augun á Rose, hann var að færa sig topp. Primalni kom með BKB.
Þeir eru byrjaðir á Rose, Víverinn samt ekki á staðnum, hann að hlaupa yfir núna. TDR-menn vita af þessu, þeir eru búin að skanna það út Gott fáshot. Bíddu. Þeir eru að hlaupa inn í, oh my god. Inn í stíðisni á Primal. Holy smoly. BKB á DK en það eru strax 2 dánir. BKB upp hjá Consequence. Þeir eru bara að Þeir eru hlaupa að núna, herja á já. hundunum. Það er pöttur á þeim. Það er pöttur á hundunum. Þessi hundur með flær á sér, þvílíkt samfélsvart! En Robert kemst út. Hemla sér burtu. Einn bæbakkar. Brummi með BKB uppi. Nei, fyrir ekki Það er silence á Víverinn. Hannes er búið með BKB sinn samt, en núna er Ríman hlaupa burt. Pásu, þetta er rétt svo mistar. Rétt svo. Þetta er tense. Við þurfum, hann á ekki blast. Ok, bæði lið eru aðeins að resetta. Rím er með hægjöndan, hoppar inn á Víverinn. Pásmatið fara á Maríu. Vá. Dire's top tower is under attack. Ok, þannig að Dóu bara 2 eða? bæbak frá AA. Dawn deyr en þeir ná Vívernnum og gull og XP splittast bara jafnt. En þetta var BKB nota hjá Dawn og hjá Gyro og DK eða ekki? Já. Og síðan alltaf hjá öllum kornum hjá Rím en engin Ross í boði eftir þetta. Spurning hvað, ég sá eiginlega ekkert eigiblasti, ég meina hvert skaust það? Ég held að það er bara farið hérna, þú veist, sko, Primal var svo ótrúlega snöggur inn hérna. Já. Þetta er það sem þessi hetja gerir svo svakalega vel, sko. Það er bara BKB inn, ult. Einmitt. Glundróði. SF fylgdi strax svo eftir. Allan, ég meina ef að svipað fætt gerist aftur, þar sem að þeir ná út almennilegu eigiblasti, sko, þá lítur þetta allt öðruvísi út. Já, gerir það. Með Gyro að bomba alla með plakkanum. Einmitt. Þeir eru ennþá inn í þessu leik. Þetta er bara... Alveg klálega, ég meina þetta er alveg jafn leikur, ég meina og sér að Netflix lítið er mestmengnis bara út frá því að korarnir farma aðeins hraðar, sko, geta ekki einn auka kamp hér og það. Eru kannski líka aðeins duglegri hjá Rím að pusha út þessum leinum, sko. En þeir eru ennþá með augun á Rose. Slank vill ekki gefast upp að þeim. Það er einhver illúrun hérna frá Móislu eitthvað sem eru loksins búin að hverfa. Það er nóg að hafa einn á hann, sko. Já. Ok, Rím eru aftur núna. Það er bara að jafna sig þegar hann fæta. Það er bara að jafna sig. Búin að hópa sér saman aftur. Smókur. Þeir eru að skanna á aftur og Radiant skanna. Náðu skanninu. Já, þeir ná að skanna út. En byrju, TDR, þeir sáu ekki Rím á skanninu. Þannig að þeir halda þessu ekki að það byrju. Hundur góðar, menn sem vandrar, mann er bara til lítið á mappinu. Gott stomp. Og sjáðu, höndurinn er uppi. Því lítið últi. Oh my god. Vel spilað. Byrju, Hannes þarf að hlaupa burt. Hann er ekki minn, hann er steiktur. Byrju, hann var beint á inn. Eigin-blast! Þvílíkt eigin-blast og þvílíkt oh my god! Consequence samt alveg að berja á hann brummi deyr. Consequence hann alveg að ná svo lítið eftir. Þeir ná Vívernnum. Hannes og... Oh my god. Wow, sko. Icebox með jumpscare. Já, en ok, 4 degi hjá Rím, 3 hjá TDR. Þetta er aftur frekar jafn fight, en... Já, við sjáum að TDR græðir aðeins þeir eru að græða meira XP á svo fight. Meira XP. Og aftur engin Rose byrjar að færa sér aftur bot núna. Það er DD í hófi. Það er bara svo slæmt, sko. Hundur er ekki að poppa BKB. Þeir fara á mennsinn, þú veist. Myndu búast við því að þeir væri bara allan tilbúin. Þeir bombaðir báðu 2 og svo inn í ultíið. Og svo BKB með, þú veist, 400 HP eftir. Það er bara því mér ekki ná. Mér sýndist sko Rím ná skanninu á þeim á hæggrundinu þegar þeir voru að koma nær rósplötunum. En mér sýndist TDR skannið ekki hitta Rím, eða þú veist, það var þess að voru akkurat á jaðrunum. Já. Þannig að þeir vissi ekki nákvæmlega hvað þeir voru, sko. En við horfum á þessi level sinna, ok. Icebox, level 21. Já, dísa, sko. Karin, Consequence, level 19. Brummi er nú ekki langt á eftir og það er nokkið það mikill munur heldur á þessum offlaneunum. Báðir level 17. Sport levels 14 og 15, 14 og 15. Þetta er alveg, sko,
Þetta er hnífjafn leikur, þannig séð, sko. Kannski mesti munurinn bara á þessum mid-hittum, sko, en samt, þú veist, SF bara þannig hitja, hann alltaf eiginlega á undan, sko. Já, en ef þú ert með BKB, þú veist, Já, ég meina DK... alveg saman hvað leifulegt er. Já, ég meina DK gerir meira með minna, sko. Þannig að heldur hann SF-in. Win probability... Þú veist, báður þessi heitur, það sem ég segi, sko, báður þessi heitur eru konum með þetta, hvað maður segja, kit sem þeir þurfa. Mitt. Þannig að það bara spurning hvernig að góða hvern. Þú blinka inn á výverðin. Nei, það ekkert followa. Aðeins að augrunum reyna að beita út últið kannski. Soft commit, kallast þetta. Soft commit. Veitu, hann ekki swappinu. Rétt sem misti vision orna. Hefði getað verið hræðilegt. Og ég hendur út vortum hérna. Veist hvað? Þvílík myndaður maður. Auðvitað, já. Mín klúburinn. Björnlali. Vá, sko. Geðveikt. Þvílíkt svona flyover. Geggja skot. Já, Snorri fór í þyrluna. Tekur þyrlu skotin hérna fyrir okkur. Og það er stoppa inn hund. Hundur, poppar ekki BKB. Hann er gripinn. Hefði Já, ekki málið. þetta er ekki málið, nei. Býta hann poppa ekki BKB. Ná að gripa hundin. Núna keirar í mér rós. Ég trúi ekki öðru. Þeir eru búin að vera eftir þessu. Eftir pick-offi til að ná þessum rós. Sjá það líka að TTR voru ekki, þú veist, eigða ekki Dawnbreaker ulti í þetta. Þeir voru bara ekki tilbúinu með fleiri hitjur þarna sem að er klálega rétt call hjá þeim. Já. Bara að halda áfram að splitta eins mappið. Það er ekkert save Buddy Syndrome. Herðu, EA-blasti missar. Þetta skilti ekki máli. Þetta er bara eins og heitur hnífur í gegnum smjörklípu. Þessi rosa. Já, svo mikið mín salmar. Eitt mest pirrandi sjart í þessum leik komið til leik. Þetta er svo... Mér líður aldrei eins og ég viti nákvæmlega hversu mikið svona knockback eða svona pull þetta er. Þetta er svo ógeðslega bögandi. Smörker, aðeins að leika sögðun hana. Það gæti náð góðu swappi samt. Nei. Chillar aðeins. Já, ok. Konsekvens tekur út fyrir hann. Góðu lýsalegi konsekvens. Kjaftaði. En já, komðu með rós á výverðin. Þeir fara bara að keyra á einhver turna í rauðina plussa út 2 leinum í einu. Já. Hljóta að reyna að pota eitthvað hæggrántina með þessu Aegis. Fara að herja á þessum bot tier 2 turni. 33 mínútur liðnar að þessum leik nr. 2 í þessari viðregn og þeir eru ekki að það komin að hæggrant. Gyrocopter, góð þetta hæggrant til þess að hreinsa út. Ég meina, ef þú ert með Gyro liðinu þá getur þú spilað á móti Megas. Það er erfitt að pussa á móti Gyro Dome, skilur. Já. Það er mjög erfitt og AA nokkla. Þannig að þetta... Já, þeir þurfa einhvern veginn að reyna að lokka út eða reyna að finna kannski, þú veist, reyna að finna Dawninn og síðan reyna að fara hæggrant. Mér sýnir alltaf bara að taka MR er spilað með liði sem er með Dawnbreaker sem er bara alltaf hinum inn á mappinu og þannig getur alltaf komið inn. Þú ferður bara það sem Dawnbreaker og drepa hann bara, já. Vá, það er bara svo þrjumur eldingar í þessu. Já, heyrðu. Hundur, fer inn. Hoppar inn. Poppar BKB. Já. Robert er í klandri, búinn að BKB, búinn að últa líka. Það er bara mættir í bakki, það er eigið blast að beint á Primal Beast. Verðalafslutu Brummi er mjög low fellur. Þetta er bara Aegis. En SF er í anskólu vandræðum. Eða ekki. Ok. Hannes bæbakkar fyrir þetta. En af hverju eru þá að taka hann að fæti? Vinnir. Það er ekki, fuck. Ok. Já, sko, ég veit ekki. EA-blast er bara að hýtta Primalin. Ég skilið það ef að Brummi var með Satanic eða eitthvað svona restort item. Sem er bara, ok, hei, ég er með Satanic, ég kan drepa það aftur. Já, ég heldur þeir að fá, sko, þú veist, þegar DK var að blinka inn og stönna eitthvað, þá þarf það að fá EA-blast á sama tíma, skilur, og... Já, bara... Ég veit ekki. Þeir þurfa að reyna að kombo á spellan sem aðeins betur, sko. Þetta er ekki gott. Fyrir TTR Nádón líka, hérna. Það er tippið. Búið. Þú ert búinn. Ég held að þetta er búið. Ég ætla ekki að vera leiðilegur, en þetta er fucking búið, sko. Þannig að báðir hitturna sem eru að venda hægrandi eru dauðar.
Vá, hvað það var svart fljótt maður. Vel nýttur Eikis skjöldur, Drömmi, blinkar upp high ground, últar Eigi blastar beint á Premmas, hann er svo tíð því að tanka þetta, hann deyr, veitu hvað er... Tím! Fengur nú allan að Dawn bæbaki en... Hvað er hann að þessu? Leikurinn er ekki búinn. Nei, ná líka ekkert einu sinni ragg sko, þannig að... Ok, ég tekið þetta tilbaka. Mjög questionable allt saman. Hex komin hérna á alla. En já, núna lítur leikurinn bara virkilega vel út fyrir Rím. Við erum komin með mikla yfirhönd hérna. Ekkert bæbæk í boði hjá Gyro. Heldur betur ekki. Mjá. Ég veit ekki, þetta er alveg fast í haustum á mér, þessu helvits lína. Þetta er svo gott sko. Þetta er... Maður verður líka bara einhvern anime karakter þegar maður er að segja, maður er bara eitthvað... Bara eitthvað weep. Wí. Já, ég fíla þetta voiceline sko. Dire are scanning. Sko, þú veist bara hversu góða leikur er dótað upp á það að gera bara úr frá þessum voiceline-um, skilur. Nefndu einhvern annan leik sem er með eitthvað svona koncept í einhverjum... Sko, hérna, í gamla daga var CSGO þegar það var ekki CS2, það voru með Music Pack. Sem var náttúrulega bara, þetta er með Deadmau5 Music Pack. Já, einmitt. Það var eitthvað drast með þetta sko. Já, ég meina, þessi voiceline er bara, þetta er svo ógeðslega mikil snilld, sko. Manstu, var eitthvað gott í fyrra? Já. Skål! Já, skål var góð. Nei, það var ekki, jú, þið vorum með það. Það var í fyrra, já. Hann er með aftur núna? Nei. Nei. Hann er með... Getur maður verið með voiceline frá því fyrra líka? Já. Þú áttu þessi voiceline sem þú ert að kaupa núna áttu að eilífu, sko. Vá. Þetta er ekki svo Battle Passin, þannig að þú veist, þú ert að styrkja þessi creators. Það er ekki að segja mér það. Battle Pass. Já. Þú ættir ekki að segja mér að þá er ég að fara að eyða mér einhverju peningi. Já, að eiga þetta eilífu. Það væri náttúrulega galið að kaupa kissi mjá á $20 til að fá að eiga í mánuð, sko. Það væri smá hæpið, sko. Já. Þetta er rétt hjá þér, þannig. Ég hef alltaf rétt fyrir mér. Þetta er rétt hjá þér, Brannari. 4 manna smókina hjá Rím. Þeir eru að reyna að lokka TTR menn eitthvað úr beysinu, en... Hver er staðan á Gyro? Hvað vantar hann? Hvar er hann? Ég held að hann sé bara að klára sig Tanikinn. Já, hann samt alveg... Ef hann er að klára sig Tanik, það væri fínt. Já, það er virkilega sterkt. Hann með þetta, gerir hellinga damage. Komin sig Tanik samt á Weaver. Þú veist, Weaverinn er bara... Oh, man. Hann er búinn að vera eiginlega hálfum eða heilum item á undan honum. Alla þennan leik, sko. Sag fyrir Gyro. En Hannes er galdrakall. Hann getur alveg töfrað gull upp úr þurru, sko. Þannig að, ég meina, ef þeir ná að halda aðeins hérna, þá er það bara svo ógeðslega sterkt fyrir TTR ef hann nær þessum Satanic á næstu fighter. Pós 4 eldur tæmri með maður sko matnus. Já, og Ax og Shard, sko, hann er... Snorri er líka búinn að vera að sína á og til hérna cool ET-trikk, sko, það sem að Moisla er að senda út Astralin og TP á hann með Shardinum og eitthvað. Veitu, TP á hann með Shardinum? Já, það er ekki Shardin. Hann getur sleppt... Það er eitthvað að gera spot. Hvert fór það Iceblast? Nei, ha? Hver bygg að bíða þið? Hendur. Já, til TP út. Já, ég meina... Ok, ég meina hann beita allt þið. Býtu, Robert er skilinn eftir einn hérna. Hann er engum vanda. Ég held að sé mögulega í vanda. Hann er í vanda! Ói! Býtu! Þeir ná honum. Já, ok, frábælega spila hjá TTR að beita, eða þú veist, fá all TP-in tilbaka og ná sér á Roberti. Þetta er frábælega spila. Robert. Og Moisla tipur Roberti. Ég lofa þér að fyrir svona 30 sekundum að Robert segja strákar, ég get ekki dáið sko, ég er óstöðutur sko, hafa ekki áhyggjur eitthvað. Já. Þeir eru bara byggja TTR að gefa þeim meiri leik sko. Hver fekk killið eiginlega? Fekk Hannes killið eða? Hannes fekk fucking Oh my goodness. Er hann ekki komið sig í Tanik þá? Nánast. Oh my god. Ok.
Og þetta náttúrulega bara ennþá meiri tími fyrir Hannes að farma. Ég held að hann væri komið með Satan ekki næsta fight, alveg klárlega, sko. Ef þau tapa þessu leik, þá þetta Robert að kenna. Heyrðu, tier 1 turn, bot, fallin, 40. mínútu, fyrstu mínútu. Slökk reynir að predikta hérna eitthvað tormentor, gengur ekki. Glimmer cape. Glimmer. Já, áhugavert. Þetta hlýtur að vera bara til að hann getur glimmer sig, hoppað inn, takkað eiblasti, býttu hvað gerðist þarna eiginlega? Já, hann dó að Hex Requiem, ok. Ég horfði bara upp á eigin og sá bara HPS minka niður í 1%. En ok, Requiem notað, núna byrja hann blinka fram. Hann vinnan á móislu? Já, þeir ná honum, ok. Vel spila, nota samt Dawnbreaker úlstið fyrir þetta. Víverinn hendur út pöttum. Pötturna kloppa þá. Smörker. Og það gerist ekki neitt meira. Það skautaði í vatninu. Kissi, mjá, mjá, kissi, mjá, mjá. Uppi. Flott. Áhugavert að DK fór í sjardu svona snemma, sko. Það er alveg smá cool að hann er að farma svo mikið með þessu, sko. Hefur þið Topson spila DK mid eða? Nei. Hann er geggjaður, sko. Hann rushar, hann fer blink, sjard og strength blink. Gaman að horfa á Topson, sko. Já, það er alltaf gaman að horfa á Topson, sko. Hann sagði eitthvað svona á streaminu, sko. I think this is becoming my next favorite item in Dota. Overwhelming blink, þá. Já. Big með DK. Já, það er galið, sko. Þú veist, af hverju samt? Hvað fær hann út í því, eða? Það er svo mikið slow á DK, þetta er svo mikið slow náttúrulega með overwhelming blink og þú situr lengur í súpunni hérna. Já, þú veist, þetta kostar 5-6 skall eða eitthvað. Það er gott maður, hann er hættur. Akkur getur ekki bara keypt, þú veist. Gauður, Topson að þessu. Atos. Hann er töff. Heldur hann við þessu, kaupir bara Atos. Nei, ég sná líka, hann var að hérna... Nei, heyrðu, ok, nefnum það er go all. Consequence, throw-equence! Vá maður, throw-equence. Ok, TTR eru með lífsmark í þessum leik, maður. Þeir eru virkilega að ná að púla þetta tilbaka og eru núna að fara í Rose. Hannes er bara Exodia mótina, sko. Hittu Rose lappa samt eitthvað út upp hittinum hérna, 5-manna grífan. Móisla er ekki tilbúin að gefa þetta. Býtu, af hverju Róra er Ross? Hundur blið. Hugórin, Venspool Spirit er slæðinsaður. Eyjablast hittir bara Venspool Spirit. Icebox bappar BKB út en Hundur og Biggs eru að murka liðunum. Hræmar Biggs fer inn. Trappar á þeim öllum þremur. Og þú últi frá Móisla. En Biggs, oh my god! Vá, damage frá Consequence, maður. Var þetta... What the fuck? Fuck, þetta var mikið damage. Var þetta buyback? What? Það er nátt buyback á Gyro og DK. Chocada, paz? Já, það vantar smá gull, maður. Damn, wow. Þetta var ekki eins og buyback á Weaver. Jú, þetta var buyback á Weaver, joke, wow. Þetta var fucking gott buyback. Djöfull gerða mikið damage, já. Og síðan takaði Rose í staðinn og gefa honum það vantarlega. Ef þú gerir damage á Rose þannig að labba þá hleypur hann hraðar. Já, ég sé það. Þú getur látið hann taka sprettin yfir með því að damage hann smá. En já, bara... Ha? What? Já, það er vortana maður. Tjóma, það var þetta að finna því. Ég veist ekki hvað það var að gera. Mér leiði svo Sölvi hafi ítt alla óvart inn í slokku. Ég var hvað það var skrítið eitthvað. En já, við erum með vortana. Það var næst því maður. Það var næst í komist ákveð. Það var næst í komin inn í leik. Ok, ég meina... Það vantaði ekki mikið upp á, þetta er samt ekki alveg búið, við sjáum til.
Já, þeir eru allir að respawna sko, þeir eru svolítið ekki með eigiblasti sem að mjög stór partur af þessu. Dire's middle barracks has fallen. Já, E.T. gerir 4... HA?! Þetta var E.T.-in bara á honum að berja. Náði að ulta, sko, síðan kemur Robert inn. Við getum kannski fengið replay á þessum fight bara í lok leiks, þannig að 5000 damage tæplega. Galið, sko. Moisla með á þessum master tier elditættan, sko. Dire's middle tower is under attack. Við verðum komið með Aegis. Fáið brumma swap inn, eða? Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom Já, tower við þannig að orða þetta defensive. Ok, ég meina, við erum búin að opna botlinni, en þau eru creeps á miðunni. Já, creeps á miðunni, sko. Dire's bottom barracks Váfæn fyrir mikið damage, sko. Sólarkresta upp líka. has fallen. Sólar krestaður. Sko, Já. Já. Hvað segir þú á Bottom íslensku? barracks has fallen. Sön... Sólarvarinn. Radiant's Varinn top af tower is under attack. sólavörn. Ég er enda buffar hann líka, skilja. Þetta er attack speed, sko. Ég veit ekki. Sólarkraftur. Hvað segir chatið? Radiant's top tower is under attack. Einhver í þessu chatið eða? Það voru eiginlega aldrei neitt að tala á Reset-chatinu, sko. Það er allir... Það er þetta hrættið við Þóri Turbodreng. Radiant's Já, top tower það þorir enginn að segja upprópunmerki fjörlalli eða throw sequence eða neitt, sko. Það voru allir hrættið við Aron. Já, einmitt. Hann er ekki lengur. Einmitt, nei. Hann er dáinn. Ekki alveg eins og. Mér sýnist Dream, þeir ætla bara að keyra í mega creeps hérna, ætla að taka toppliðinni líka. En TTR er að smóka út hérna, vilja ekki leyfa því að gerast, ætla að reyna að koma með óvart. Finna throw sequence! Nei. Dire's top tower is under attack. Bremsuvarið. Bremsuvar. Herru, hundur, Obey, hoppar á Hoppa á SF. SF. Ó, þvílík swap hjá Smurker maður. En Hann er með Bigabee. Veitu, What the fuck? hann næri að koma út, SF-nir. en hann... Konsekvens er í baklínunni. Hundur fellur. Konsekvens Oh taka my mikið god, damage. ég var bara að glemma Aegis þessum búinn. ég var bara að glemma því. Já. Hannes er ennþá lifandi, hann á ekki Satanic eða Big og B-staf. Moisa! Vá, Moisla! Nei, what the fuck? Hann er að hakka á triple kill á Moislu. Hann er með nullifier, jópa. Segju, Oh my god, Brummi. Nei, Brummi. vá sko, Robert að stela ramputuna af Moislu. Oh my god. Buyback hennar, Gyro á buyback. Trummy er búinn að buybacka líka, hann er á leiðinni. Þeir vilja klára loka sem leik bara núna. Under attack. Komið link eins á Víverinn. Já, Brummi þarf að vara sig núna. Það er swap, offensive swap í boði. Radiant structures are fortified. Líka sko, ef að Víverinn næri að lemja hann bara í 3 sekundur án þess að vera trublaður, þá deyr bara Já, já, já. Sverrir nægilega, sko. Þú þarft eiginlega bara sko, þetta er svona leikur þar sem þú þarf bara að gjöra sig vel og ít á state 10. Ó, Bara, ó, þetta er nei, núna, þetta er núna! Hann ná ekki Big og B, hann ná Satanic samt, Ok, nota það. þetta er ekki alveg búið. Ó, er gott, ulti hjá bjargað. Dawnbreaker. Primal Beast í alls konar vandræðum. Ulti bara fengið þér, Trummi að deyja. Primal mögulega, nei, Hvernig nær hún þetta að komast í baki á öllum? Ó, vá, þvílíkt ult hjá Icebolt. Jesus Christ, þetta er búið maður. Ok, ég meina, Núna er þetta búið. TTR stóðu svo vel. Has fallen. Atli, já, hann er ruglaður. Yo, bro! Dire's top barracks. Damn it, ok. Þetta er samt. Já. Ok, Rím taka leik 2 á lokum, en TTR sýndu klárlega lífsmörk þarna, voru að klóra í bakkan, en það var bara ekki alveg nóg í þetta skipti. Robert á gula spjaldinu eftir þessa frammeðstöðu, en samt sem aður Já, svakalegt carry, en það voru vafasam atvik hérna hjá honum, en ég held að þetta hafi bara verið eitthvað svona, eitthvað smá grín. já, ég held að náði samt líka alveg að justa frekar vel, sko, því að, þú veist, í actual fightunum var hann að standa sig mjög vel, sko, alltaf komin í bakgrunna. Kringur Rose, Já, geðið gott. keypti síðan linkans hana til að passa upp á að vera ekki svona kott aftur af DK-num, sko. Moisla með bara impeccable item choice í þessum leik. Já, Moisla frábær, sko, við glemdum Stóð sig náttúrulega að nefna MVP í leik 1, sko. Já, leik 1 MVP, verður það ekki bara að vera Björnin í skoðunum? Já, sko, ég myndi átti hug einmitt Björnin eða bara
báðu supportarnir voru líka flottur sko. Jú, það ekki bara Björnin, ég meina að pulla upp eitthvað lóndrúið úr Rasmussenum sem að enginn vissi af sko. Nei, ég veit ekki, þetta Já, núna í leik 2, MVP. Þetta var rosalega mikið liðsleikur. Robert gerði rosalega mikið skaða, Trömmi var með on point initiations, ég er mjög erfitt að segja, en ég meina, kannski vil ég bara segja Moisla. Já, hann 13-3 kom fyrst upp í hugan hjá mér líka Moisla sko, þú veist, ég veit ekki, hann var að gera frábær hluti í leinu. Hann komið kristals í lokin sko. Þetta var galið sko. Já. En hann líka að halda upp í góðu farmi sko, sem getur verið mjög erfitt á IT. Já. Moisla MVP. Moisla MVP leik 2, staðfest. Pringles MVP maðurinn. Talum styrtraðalega, viltu þetta með þetta Red Bull? Red Bull. Viltu þetta með þetta Red Bull? Já, ég vil það. Viltu Summer Edition? Já. Hot Boy Summer. Hot Boy Summer, þessi geggjaður sko. Hann mjög góður. Gjör svo vel. Takk. Þá fyrsta leik lokið, ég veit ekki hvað, hann var að ræða eitthvað. Þú veist, ég menna, það voru allir að horfa á þetta. TTR komið tilbaka og voru með fínt svar í stættinni en mér fannst, sko, ef ég á að vera gagnrýninn, þá bara í þessum báðum leikjum, þá fannst mér ekki alveg, þú veist, jú, ég meina, Hundi var alveg að koma með góð initiations á Dragonite í leiknum með 2, en mér fannst hann aldrei geta gert neitt þannig sér damage, þetta var eiginlega bara, en kannski var þetta bara ekki hans hlutverk að gera damage, hann náði initiata, en hann dó alltaf eftir 1 stund, sko. Mér finnst leikur 2 klárlega betra hjá TTR. Þú veist, þeir voru með betra draft, betra gameplan líka, þetta svona straight forward gameplan líka. Þú veist, Hundur átti erfitt lane alltaf móti SF, en stóð sér samt vel í leiknum, skilju, hann sinnti sínu hlutverki vel, sem bara initiata stunna vífurinn, eða stunna eitthvað, byrja fætinn, svo að Dawn getur follow upp að það hefði kannski vantað bara aðeins meira svona, hvað segir maður, þú veist, þeir eru með synergy í draftinu en einhvern veginn ekki í leiknum sjálfum af því að mér fannst ég aldrei sjá bara blink D-kostan inn í EA-plast, skilur. Nei, það kom meðlega svolítið seint, sko. Og EA-plasti var bara að klippa heitir nummer 2 og... Þeir hefði eiginlega þurft bara að, þú veist, segja bara, verð tilbúin, ég að fara að go in núna, sko. En annars klárlega betri leikur 2 hjá TTR og við annars bara óskum Rím til hamingju með fyrsta sigurinn í mótinu. Já, þeir lúka heldur vel. Já, allir í nýjum stöðum, eða ekki allir en margir aðeins í nýjum stöðum. Algjörlega, smá hrókeringar, þeir voru ekki sáttir eftir þetta tap í úrslitunum núna í vor. Mitt. Og egoið var svolítið í mólum eftir það og við sjáum bara til, ég held að þessi að fara að koma með A-game. Já, núna er bara að rífa sig í gang, þýðir ekkert annað. Annars, já, við verðum aftur hérna í Arena eftir 2 vikur. Erum sem sagt aðra hverja annan hvern laugardag núna, klukkan 7. Annars verður bara gömlu góðu heimastreymin og kissustreymin og allt það. Þannig að, já, við verðum bara í sambandi á Discord og Facebook og öllum þessum miðlum. Já, fylgist með Facebook og við erum með alveg gríðarlega skemmtilegan Instagram-reikning. Mjög gaman að hver að sjá með það. Nó á mýmum. Er þú Bergur eða? Bergur er eiginlega svolítið ekki mím-kongur, sko. Já, það er ég og Bergur. Ég skal bara koma út og segja. Það er ég og Bergur. Geðveikt, ég fíla það. Bergur er svona, hann er mest eiginlega að vinna með mýminn, sko. Já, hann er náttúrulega kvikmyndagerðarmaður. Kvikmyndagerðarmaður, mýmari, mikill mýmari. Mikill mýmari. Sjátt út á mýmklúbin. Það er skemmtilegast í serverinn á Discord, það er mýmklúbin. Já, alveg klárlega. Ef þú ert ekki á mýmklúb-servernum, sko. Hvað ertu þá, skilur? Hvað ertu að gera, sko? What are you doing? Já, endur við ekki bara þessum notum? Það held ég, sjátt á mýmklúbin, sjátt á Fjörðala, sjátt á Tómas. Sjátt á Palla. Sjátt á Palla, hann datt á hjólunum daginn fullur og bara vera heima með heilarsting. Sjátt á Berg líka. Já. Slasaðist daginn. Sjátt á Jellyfish. Sjátt á mömmu. Sjátt á Mini Klikk sem er að spila Roblox en það er það. Já, sjátt á Mölvu, Tómas, Spaghetti. Ef við enda þetta henni skemmtilegu? Já. Ef við komum með eitt voiceline en þú veist ekki hvaða voiceline er og ætlum að segja það á sama tíma. Ég meina, ég á mjög erfitt með að hugsa með eitthvað annað voiceline en... Ef ekki farið í svona partyleik þar sem að einhverju 2 aðilar eiga að segja sama hlutin og segja að geta hægt. Geta hægt? Já, ok, það er ekki nákvæmlega það sem við erum með núna en það er mjög skemmtilegt.
En við eigum að segja sama voicelandið á sama tíma og það verður það síðasta sem við segjum. Já, ok. Þú mátt telja niður. Ok, ertu að tengja það? Veistu hvað við erum að fara að segja? Mér dettur bara eitt í hug. Ok. 3, 2, 1. Kissi, Kissi, mjá, mjá, kissi, kissi, mjá, mjá, mjá. Takk í dag. Takk. Býttu hann að skipta akrein? Welcome everyone to the Kia Tiltproof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And Whirlup, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the Rift, but will she be at home in our Tiltproof Challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.